Velkomin í áramóta skinku Dr. Fútbol og Epic Skinkan 2025 Tvíleitt ár Nei, kannski ekki alveg En ágætis ár Engu að síður Gunnar Birgisson mættur alla leið úr Mosfellsbæ Yes. Og Hjálmar Örn kom inn Já, einhverju myndi halda úr Árbænum En það ekki svo gott Hann að koma úr Laugardalnum, velkomin Rétt, takk Og svo úr Hlíðunum Herra 105 Daniel Ólafsson Og það var þannig að naflinn komst ekki Þannig að ég fekk Daniel Ólafsson í staðinn Ekki í fyrsta skipti sem ég ræstur út þegar naflinn svarar ekki. Velgert Já, hann svarar alltaf kallinu þessi Okkar maður naflinn að sjálfsögðu fjárverandi Hann stættur í Nashville í Ameríku Það að mörg að taka á þessu ári Það auðvitað margir umræðupunktar í þessu ári Daniel, þú ert Liverpool-stuðningsmaður Já. Til hamingju með Englandsmeistaratitilinn í ár Það var auðvitað ár tilfinninga hjá Liverpool titillinn á loft svo kemur þessi atburður þarna á þegar það verið að fagna titlinum svo auðvitað þessar hörmungar í sumar svona búið að vera bæði súrt og sætt þetta ár 2025 Já, búin að fá bara svolítið svona bragð af öllu. Já. Hélt við værum að fá, eða þú veist, við værum að smíða bara besta lið sem enska deildin hefði séð. Já. Hélt það kannski svona mánuð. Svo reyndist ekki. Það var alveg súrt bara beisli alveg frá byrjun, sko. Góðgerðarskjöldurinn hann að tapast einhvern veginn ótrúlega í vító. Já, þannig, já, þetta er búið að vera spes, en ég er bjartur núna, sko. Já. Hefur morgunni. Hjartu núna? Já, í 5. sætinu og... Já, ok Það heldur betur og svona hápuntar í fótboltanum við verðum að sjálfsögðu með ykkur í chatinu þið eruð stjörnurnar og Kristoffer Bergmann byrjar þetta að segja Já, var það ekki 2024? Sko, það ennþá 2025 Já, það svoleiðis Það bara þið gamlingjarnir sem alltaf hrættir að eitthvað sé búið Það bara þið gamlingjarnir Það er alveg Það bara, þú veist, þessu daginn heyrði ég einhvern 41 og segja mig 6-7, það er búið Nei, svona minn ennþá með mynd af 6-7 gurnum sko á coverinu sko. Við tökum það á okkur, skálum fyrir því Ekki svolítið búið sko Það er rétt að byrja Getur þessi Daniel matchað Big Dick orkuna hans nafla Já, hann gerir það Það er Jón Kári Eldon svara með þrefaldum blöð Þrefaldum blöð og það er þannig sem við viljum byrja þetta Já, Liverpoolunu ensku deildina Paris Saint-Germain svoleiðis keyrðu yfir ensku liðin og unnu Töpum vító meistaradeild Evrópu Þeir náttúrulega keyrðu ekki yfir neitt og ótrúlegur og svo bara tóku þeir úrslitaleikinn og raskelltu Inter Þeir raskelltu Inter Já, ég var ekki að lægja því Hann er bilaður sem maður Já, það verður heldur betur gaman hjá okkur í dag Hjálmar, þú ert á margan hátt maður ásins þó ég ætla ekki að velja þig mann ásins Nei, það þess ekkert, ég þakkaði kærlega fyrir jólakveðuna það náttúrulega var allt vitlaust heima Já Það var bara mamma og pappi tölum ekki annað þannig að eitthvað var nú tekið eftir Já, þetta var, sko, þegar að koma þessu jóla ávarpi þá var ég að hugsa, hvað var 2025? Það var auðvitað þessi atburður þegar að já, þessi hörmung þegar þú fær hjartamál En þú komið sterkari tilbaka Já, ég hef aldrei verið betri og nú er það búin að hreinsa aðeinar þannig að mér líður eins og ég sé alveg back to square one Ég gæti bara að fara aftur í Rósby-samlokur og Red Bull og það var ekkert vesen Já, þú svona, af því að í slönguspilinu þá vill maður yfir klára en þú ert fegin að fengja að fara að stiga niður Það getur verið aftur upp í rólegt Þetta er skemmt Það er náttúrulega bara nokkur vikum að áður þegar við erum að taka upp í Keiluhöllinni Já Þá svona, ég veit ekki hvort að megi segja frá því þá var þetta Þá sástu ykkar stendi? Já, nei, ég get ekki sagt það En hjá mig með svona, hann með svona skemmtilega ritual svona oft fyrir föstudagstættina. Já, mér fannst bara þarna var eitthvað með dæmi og mér fannst það var súkkulaðistykki. Ég fór að keypti súkkulaðistykki og ég sagði við strákana, nú látum við þetta make aðeins smá sens. Getum við aðeins látið þetta make aðeins sens. Getum við ekki súkkulaðistykki og hlutinni make aðeins sens. Og það svolítið þannig, maður færi svo orku. Sko, ég
ég skal viðurkenna hins vegar að svona viðvörunarbjöllunar fóru að klingja hjá mér þegar við fórum saman á Katalínu nokkrum vikum áður. Það er rétt. Og þú sagði við mig, herri, ég finn fyrir smá svona einhverju hjartsláttar flökti. Og ég sagði, ég ekki að láta tjekka á því Hjálmar. Þetta er búið að vera lengi. Já, það er rétt. Manstu eftir þessu? Þetta var bara... Já. Maður svolítið þannig, maður heldur að maður geti jafnvel borða þetta einhverjum úr sér, ekki lent í því. Ég fæ mér eina langklóku, þá fer þetta bara. Já, það er að nægu að taka, það er ekki bara í fótboltanum það sem var mikil dramatík. Íslenska körfuboltalandslið átti hörmulegt EM í sumar. LA Lakers, þeir gerðu díl aldarinnar þegar þeir sóttu Luka Doncic, tóku hann í treytum fyrir bara eitthvað, sendu bara eitthvað til Dallas. Og fengu, en svo fiffaði NBA-deildina þannig að Dallas Mavericks fengu the number 1 pick þannig að það var svona aðeins verið að reyna að jafna leikinn, er þetta ekki rétt skilji hjá mér Daniel? Anthony Davis er svo sem ekki eitthvað en það lúkaði samt fyrirlega já, þetta lúkaði mjög fyrirlega og ég meina og það eru svona ýmsar getgótu með þeim þetta eigendur Dallas séu að reyna að plotta eitthvað stærra og meira Það held ég, svo reyndum við fyrir okkur enn einn janúarmánuðin í handboltanum og það endaði út í tárum eins og svo oft áður og hörmulegu leikur á móti Króatum kveikti í draumum okkar Íslendinga. Af hverju hatar öll önnur landslið nema fótboltalandslið? Ég bara segja hlutina sem er. Nei, það er ekki þessi meðvirkni, ég er ekki með þessi rúf meðvirkni. Þetta er ekki meðvirkni. Hvað stendur hérna? Þetta er ekki meðvirkni. Hvað stendur hérna? Tandur, hrein... Íslenska Ef þú þólar hann ekki Þetta er ekki meðvirkni Ef þú þólar hann ekki Við þurfum ekki að tala niður Ef þú þólar hann ekki ára efstaleiti 3 Elsku kútur Já, það var líka hörmungar hjá karlalandsliðinu í fótbolta þar sem að þeir féllu á stóra prófinu á móti Úkraínu í Pólandi og hörmungarna voru nú ekki minni kvennamein þar sem að liðið var skelfilegt á Evrópumótinu og staðan fyrir að reka þjálfaran þá bara fenginn aðstoðarþjálfari sem var kannski meiri alfa en aðalþjálfarin eða hvað kemur í ljós nú við förum fljótlega að kíkja á allt saman tjattið, eru þið með eitthvað skemmtilegt Daniel, þú tjattkallinn Erum við geggja þetta Tyrkland, land ársins Er þið alltaf með svona land í burtu það? Já Sérðu þetta ekki? Ekki nógu vel Já, ég skal bara taka þá þetta allt saman Getið tekið þetta símanum með það? Nei, slum ekki vera að tefja þetta svona Nú, nóg af jólakveðjum frá Svíþjóð. Takk fyrir mig, Dokk og félagar eins og þeir stundu kallaðir. Gussi Vass. Og Eurovision, dramatíkin líka. Já. Hún var dramatísk keppni þar. Já. Þannig að, já, það var mikið sem gekk á þessu ári. Rólegt í MMA heiminum, rólegt þannig lagað í boxinu. Bardaíþróttnar hafa séð betri ár en í ár í... golfinu fengum við hins vegar mikla dramatík á Masters-mótinu. Alheims íþróttamaður ársins og hlýtur að vera Rory McIlroy sem vann bæði The Players og kláraði Grand Slamið. Hann var fyrsti maður til að klára Grand Slamið síðan hvað? Tiger Woods? Það hefði einhverju gert það síðan þá? Það held ég ekki. Geðvegt. Og stórkostlegu sigur hans á Augusta sem var sunnudagurinn Augusta íþrótta svona kvöld ársins. Já, ég myndi að það. Rætir eins og sem ég sá nú að þú varst byrjað að ræða rætirinn einhvers staðar en rætir var nú samt, þessi loka dagur var nú alveg eftirminnilegur en ég veit hvað þú ert að fara að segja Hollandæmið eðlaði það auðvitað gerði það Já, ok, ég með hann að tandurhrein íslenska er leifileg en hún var satt, það var geggjað að bandaríkjumenn allavega gerðu allu að þessu þetta stemdi blí að vera bara búið eftir dag 2 Já, en fengum hann að smá spennu og tökum bandaríkjumennum kærlega fyrir það Það er svona, strókar, ef ég væri með eina kategóriu, svona íþróttamaður sem þið elskið sem kannski allir elska, hver ef þið farið út fyrir fótboltar, hvaða íþróttamaður elskið sem að bara, að ég ætla að fá að henda Tommy Fleetwood að þinn. Bara Tommy Fleetwood að horfa á hann spila og aðeins með geðvegt. Já. Ég bara svona einhvern veginn, ég sit með bros á vör heima á mér þegar hann er að keppa. Gunni, áttu einhvern svona sem að, það vendur einhver skíðagöngumaður, komdu með hann bara. Já Úla, eitthvað Nei Úla Thomsen Jóhannes Klæbó vann 5-falt á heimsmeistarmótinu í Þrándheimi á þessu ári en hann er nú svona þú veist, sem að þú talar eitthvað sem að kannski ekki allir fíla en það fíla hann eiginlega allir sko
Eru þið með eitthvað strákar sem að þið eitthvað finnst æðislegt að horfa á bara hvort þið að mári að líka í fótbolta bara einhver svona íþróttamaður sem gjörsamlega elskið Ég rosa Luka Doncic maður sko. Já, gaman að það samt ekki eitthvað Nei, en það aftur, það ekki sama kannski Tommy Fleetwood pickið gott sko. Hann YouTube-boxarinn hann Jake Paul það svona gaman á hann hún bara brjóta þetta hans upp Krista vel upp í boxinu ég er sammála berjast við alvöru boxar það held ég, ef við að fara að byrja að gera upp hlutina gerum við slum byrja á tónleikum ársins til sem tónleikar ársins eru FM 95 blöð tónleikarnir í Laugardalshöllinni Kendrick Lamar, Super Bowl, Showtime Drake tónleikarnir í París þar sem hann fekk julluhaldara og Oasis á heimavelli Já, og tónleikar ársins 2025 FM 95 blöð Þeir náðu þessu maður Þeir stappfylltu kofan en krakkarnir voru allir mætti til að sjá FM 95 blöð og ætluðu öll út á sama tíma sem að þýddi það að það varði einhver smá tróðningu sko, málið var það að ég var staddur á þessum tónleikum eins og væntanlega þið allir Ég komst ekki Ég komst ekki Sko, ég er þarna að performa 15 manns í höllinni og allt það og byrjaði bara og svo fór ég eindir aftur að krátið eftir þetta og gaf þeim hugs sem voru fremst og svona Nefna svo fer ég upp, þar Heiðar Guðjónsson með stand-up comedy hann bara að fara yfir bara hlutina hvernig hlutinni virka á Íslandi og ég sit bara og hlusta á hann þannig að tónleikarnir bara í gangi, ég veit ekki neitt svo fer ég bara heim held að ekkert hafi gerst Svo mætti ég á Selfoss morgunin eftir, barnamót, býður fólk eftir mér svona eins og ég var að labba út úr Air Force One. Bara, hvað gerðist á þessum tónleikum eiginlega? Ég var bara, ég var þarna backstage, þannig að það var bara allt eðlilegt backstage. Ég hafði ekki hugmyndum að eitthvað hefði gengið á. En það var þarna sem maður svona upplýði að maður hafði á tilfinningunni að svona meginströmsmiðlarnir væri að vonast eftir að einhver hefði meðst alvarlega. Veit ég hvað ég á við? Bara hvernig stemningi var eftir tónleika. Já, það fjallaði þetta þannig. Það átti bara, það voru margir búin að bíða eftir að geta tekið blöðran og fucking hamraðan. Þarna átt að ná honum niður. Þarna átt að ná honum niður. Það tókst ekki. Tókst ekki? Nei. Þetta teflon húðaður maður og allir hnífarnir beindust á Auðunni Blöndal og maður fann það líka hvað Auðun Blöndal sko hvað, það var enginn að fara í steindan. Það var bara blöðar. Hann var það einhvern veginn sköllóttur að berjast við alla. Og sérstaklega berjast við vísur. Já, bara sitt eigið fólk in-house fighting sko. Stóð á víglínunni sko. Já, stóð á víglínunni og hver vann? Auðun Blöndal. Ég skoraði bardaðan þannig. Já. Ég veit ekki hvernig þið skoruðu bardaðan. Þá koma nokkrir og henda í blöð emoji. Já, blöð. Þannig að þetta var sem fyrr, hans ár. Tónleikar ásins blöð. Tónleikar ásins blöð. Ok. Já, það var engin heyrt Anna Óla þegja svona lengi þannig að hann að fara að koma inn. Ég er að leyfa ykkur að taka plás. Þið megið taka plás. Ég bara bíð eftir að koma sko. Taktu plás. Ég nýti mér það. Já. Við slum velja næst. Venezuela mann ásins. Já. Venezuela maður ásins. Miguel og Luis Delgado gæjarnir sem unnu GB og Thomas Steindós eru tilnefndir fyrstir. Já. Næsta tilnefning maður Páls Óskars. Já, ok. Var hann ekki innflytjandi að sjá okkur í fyrra? Jú, tilnefndir sem maður ásins Venezuela maður ásins Salomón Rondón. Hann enn að. Og fjórði sem tilnefndur sem Venezuela maður ásins Nicolás Maduro, forsetinn í landinu. Já. Venezuela maður ásins. Og það ekki einn, það eru tveir, því það eru bræðurnir Miguel og Luis Delgado, gæjarnir sem pökkuðu saman Thomas Steindós og Gunnar Birgis.
Ég ennþá að jafna mig sko. Do you think it was easy for me to be a scared white boy in a black neighborhood? Það var það sem ég hugsaði. Svona white boy á bara að vera út á gólfvelli. Og ég brunaði á Hverfisgötu og keyrði hann út á gólfvöll því að þessi white boy ekki var á Hverfisgötu. Nei, þetta var ómikið. Þetta var allt ómikið. Við Tommi mætum eftir á næsta ári. Ég leið hörmulega. Þetta eitt vesti 17. júní sem ég átti að æfa. Já, ég skil það mjög vel. Hvernig var stærðarmunurinn? Þeir eru báðið miklu minni við. Miklu minni. Og þessi húrra völlur fyrirgefur svolítið smæð? Já, hann fyrirgefur það. Hann fyrirgefur það, alveg 100%. Tommi var með svona 24 frákast í leiknum, sko. Það skipti mér einhver máli. Þess að tók hann frákast og það var kannski mættur einn hérna. Ég átti ekki séns. Hver var á flautunni? Kristinn Pálsson. Það er allavega ánægja með þetta í tjattinum, menn tala faglegt val. Það er þegar ég heyri að valið hafa verið faglegt, þá veit ég að við vorum allavega að gera eitthvað rétt. Sammála. Fagleg hittin. Þau eru ofta undanhaldi. Þau eru byrðastur undanhaldi. En ekki núna. Ekki þetta skipti. Við slum halda áfram. Við slum velja sportsbók ársins. Vá. Hvað sjá? Já, ég er að vinna með nýjar græjur, við veit ekkert hvað er í gangi hérna. Hvað lag er þetta? Og það er eitthvað í gangi hjá doktornum hérna í gangi sem ég veit ekkert hvað. En við látum þetta bara slæta. Herri, það er komið að... Hverju komið að strákur? Sportsbók ársins. Sportsbók ársins. Tilnefnd sem sportsbók ársins er Óla Jó-bókin. Já. Tilnefnd sem sportsbók ársins er sportsbókin hjá Epic. Tilnefnd sem sportsbók ársins Íslensk knattspyrna 2025. Og fjórða tilnefning er svo Gary Lineker, A Portrait of a Football Icon. Wow. Sportsbók ársins er sportsbókin hjá Epic. Yes! Það er mikið Danni. Wow. Það er sportsbók ársins. Daniel, kannski aðeins frá þér? Bara þakkláttir. Það ekki? Jú. Við erum með manninn það frammi sem fjalla betur hann eftir, sem smíða hana. Framtíðina sjálfa. Þetta er bók sem að lesa á hverjum degi. Það ekki? Jú. Þú lest hana reyndan eins og opna bók. Já, stundum. Það gefur fyrir. Þetta er geggjað, til hamingju, þegar þetta skilið. Búið að vera gaman að fylgjast með ykkar. Og þið ætlaði eitthvað minni hluti, eða ekki? Miklu minni. Já, miklu minni. Já, við ætlum að draga saman. Þið eru eitt af þessum fyrirtækjum. Draga saman. Stóri hlutir fram með 2006. Hagræðingar í rekstri. Rífið því handluna. Já, það var verið að velja hérna sportsbók ársins. Við skulum færa okkur í næsta dæmi sem að er íþróttaviðburður ársins. Er þið til í það? Já, þetta er stórt. Tilnefnt sem íþróttaviðburður ársins Gunnar Birgisson gegn Auðuni Blöndal. Já, wow. Yes. Okay. Það var geðveikt. Geðveikt að vera tilnefndur. Algjörlega geðveikt. Tindastóll, Stjarnan, Game 5. Game 5. KR Víkingur 7-0. Já. Og tilnefnt sem íþróttaviðburður ársins 2025 HK Þróttur í Kórnum. HK Þróttur í Kórnum, já. Ógleymanlegur leikur. Hvernig fór hún að þurr? Hvernig fór hún að þurr? HK vann. Það var leikurinn frægi undir ljósunum. Leikur undir ljósum. Íþróttaviðburður ársins. Game 5. Stjarnan verður Íslandsmeistari í fyrsta skipti í körfubolta. Þeir þekkti ekki munnin á snjóbolta og körfubolta fyrir 5 ára síðan í Garðabænum. En prófuðu að leika sér í þessu og verður Íslandsmeistari á mettíma. Þetta var ótrúlegt kvöld. Hjálmar Örn Jóhansson og Ára Fáir sem liði sér meira inn í þetta en þú. Já. Og þau vitandi að blöðarunum að þurfa að keyra heim strákur sem að fóru í framhaldsskóla og grunnskóla og allt þarna á Sauðárkróki. Hvernig leið þér? Mér leiði náttúrulega illa fyrir hönd blöðarans en það var svona margir í Garðabænum sem fögnuðu með manni og þetta var skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtilegt. Og gaman að fá með manni? Já. Ég náttúrulega alltaf verið stjörnumæður í körfunni.
Það er bara þannig. Það nú eins sem verður. Þetta sama kvöld og United lit pakka sig saman í úrslitaleikur. Það er rétt. Og hvernig var blöðarinn? Hann var, ég hef aldrei séð hann, sko, í smástund var hann fámáll, en svo, þú veist, blöðurinn er bara þannig, hann kemur alltaf bara... Ég tómi Steindós og blöðurinn saman í bíl heim, það var upplifun. Já, það var þungt kvöld. Nei, og þú að keyra náttúrulega. Nei, við vorum alla konur upp á Þverárfjalli, sko. Já, ég að keyra. Ég fekk hérna ansi góða, svona gott frá vinum mínum í Dögun á Sauðárkróki. Já, hérna. Á Húsavík var Valdi vorbúðun Ljófi. Hann mætti í bæinn á vorin frá Reykjavík. Hér á Króknum eigum við varginn Grimma sem mætir á vorin. Það er Gunnar. Segja þeir. Þannig að vargurinn, hann mætir þarna... Þetta var limra. Já, þeir eru ekki limnar þess. Nei. Þetta fer massíft í taugarnar á mínu fólki í Dögun. Ég segi þeim bara að halda áfram að pilla rækjuna og höldum áfram. Þetta var skemmtilegt. Já, þeir eru oft með eitthvað svona alls konar dót sem að kannski flestum dettur ekki í hug, en þeim dettur í hug. Herri, já, þetta var íþróttaviðburður ársins, en ég held að Gunni versus Blö. Wow. Já. Mér finnst líka allt marketingi í kringum þetta svo töff, þetta að þetta Kendrick Lamar lag sem einhvern veginn varð svona einhver þjóðsöngur þess að einvís. Já. En það er líka, það má kannski alveg fylgja sögunni núna, fyrst að við erum að gera bara, leggja spilin á borðið þarna, að náttúrulega, Hjörvar náttúrulega auglýsti þetta án þess að tala við það fannst mér líka vel gert. Það er oft bara eina leiðin. Hann er aldrei náð ykkur að nörðu. Nei, það má alveg færa rauk fyrir því að ég segi þetta bara því að ég náði að merja sigur þarna, sko. Vissir þú myndi vinna það? Þið voru rosalega ánægð með að mæta. Já, ég sagði það náttúrulega í Dr. Fútbolþætti halvu ára undan. Já, ég var nú nokkuð viss. Þetta var alveg geggjað. En þetta var, þegar ég sá fyrstu köruna hljópandi fram hjá honum, það var svona blöð fyrir 20 ára síðan, en svo bara áttaði maður að sjá, það er ekki ennþá 2005-06, sko. Nei, hann er sett í toppstandi. Já, hann er ótrúlegur Auðun og gerði þetta frábærlega. Ég vissi það, ef ég myndi láta ykkur ræða þetta, og svona að finna dag, nei, ég er skemmt að þetta. Dóttir mín, hérna, mögulega veik hann þetta. Þetta var mjög gott. Og þá allt í hennu rangaði við mér einn morgun og þá var bara komin að auglýsing mér og blöðurnum. They not like us. They not like us. Það var gaman að fylgjast með öllu í undirbúningnum. Já, þetta var algjörlega meira áttar. Við skulum halda áfram. Varst þú markmaðurinn? Já, ég öðrum flokki, já. Við skulum fara yfir í hörmung ársins. Já, það eru hverju ári sem einhver hörmung á sér stað. Eitthvað liðbúldóttan að væntanlega? Til með sem hörmung ársins. Nú sjáum við hversu faglegur ég er. Manchester United Grimsby er þarna inni. Nú, já, ok. Sumarglögginn hjá Liverpool. Nú, Ísland Króatía á bóndadaginn sjálfan. Heilagasta vígi karlmannsins á Íslandi. Og svo var það vígsla nýju hauka hallarinnar. En haukar ákvaða að vígja nýtt hús sem að fyrir knattspyrnudeild sem er starfrækt hjá haukunum. Mjög flott hús. Það er glæsilegt hús. Það sem að opnunarleikurinn, það var 1-1 jafntefli við IH. Var það ekki 1-0 tap? Nei, það var 1-1. Það var 1-1. Já, þeir jöfnuðu. Já, haukarnir gefa. Þeir voru ekki verið að tapa. Rosalega opnunarleikur. Þeir voru aldrei að fara að tapa vígsluleiknum. Ég held að við höfum allir verið svona nokkuð meðvitaður það. Já. Hörmung ársins 2025. Það var haukar IH. Já. 1-1. Haukar IH, hörmung ársins, opnunarleikur. Já. Það held ég... 1-1. Þetta var rosalegt. Svakalegt. Já. Svona er staðan í þessu öllu saman. Mennum fann að rífa sér á tjættinu sem þetta er skemmtilegt. Haltu kæft. Þetta er minnir á gömlu góðu jólin bara hérna. In the 90s. Já, þetta eru áhugaverð samskipt sem er í gangi strákar. Ef við bara horfum á árið og Daniel Olsson, og þetta mikið gengi á hjá þér á þessu ári. Bæði hæðir og læðir. Sjá þetta segja það. Hvers myndu minnast frá árinu 2025? Það var margt gott, sko. Margt vont. Gaf mig þér í tjaldinam. Ferðina með þér bara almennt.
Gunni, þú varst í gær á chatinu að tala hvort þetta maður vera með setningu ársins. Já. Mér fannst örgulega að finna sem ég lenti í árinu var þegar ég var að rífast í Hjörvar í Tallinn. Við vorum að rífast eitthvað hvort það var einmitt Liverpool gluggan eða eitthvað sko. Og svo byrjar hann að koma með eitthvað gögn og byrjar svo að syngja gögnin hafa vakað í 1000 ári. Það var svona eitt af hælætunum alltaf, svo bara allt með hjöpanum sko. Gögnin hafa vakað í 1000 ári. Gögnin hafa vakað í 1000 ári. Ef þú rýnir í þau. Þetta rosalega. Þetta var gali sko. Sko, Hjálmar, ef við setjum bara aðeins svona heilsu þína til hliðar og bara svona aðeins bara förum má mannlega, kannski ég lefið þér að vera mannlegur í smástund. Hvað stóð upp úr þér á árinu 2025? 2025, ég hugsa að það sé jammi.net. Já. Ég held að sé það stæðist. Eiginlega líka að mér, það var geðveikt. Það er það besta sem ég gera á laugardagsmótnum er að mæta hingað og vera með kalla sem eru stummir, rétt og komnir að jamminu bara. Já. Og vera að spjalla og víla og díla, þetta er geðveikt. Sko. Geðveikur þáttur. Já, ég sammála því. Og svo að sjálfsögðu jólakveða Dr. Fútból, það verður bara, ég er búin að segja á því, það nú í byrjun, það lá all fjölskyldan bara, hann fekk alla til að gráta. Svo lifnaður við líka? Lifnaði við, ég eins og sé við setjum það til þér. Já, við nú kvílum við það eins og fókusum á mannlega þátt. Já, mannlega þátt. Gunni, þú svona lentir í alls konar bördum á þessum árum, á þessu ári sem að sá kannski ekki fram svona meðal annars við þinn eigin heimabæ í Mosbæ. þar sem að þú varst tíma óvinnur númer 1, gekk auðvitað mikið á hérna á Akureyri, en kannski ef við horfum aðeins út frá því atviki og við bara slætum frá því aðeins og bara lefum okkur að vera mannlegir. Hvað var annað svona sem að ég var að það var stórkostleg síðast vega, þú getur ekki left þeim sem eru að horfa, viltu deila því með þeim? Já, bara fylgjaði mannkyninu. Já. Kona mín, já. Já, og það er lítið stelpa. Já, sem bara heilsast vel. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Skálum fyrir því. Við erum búin skál til hamingjugunni. Takk fyrir það. Skál. Já, hann kann ekki þetta að drekka. Hvernig er rétt að mér upptakan af það? Já. Nei, það sem að stendur upp úr, ég var að hugsa þetta daginn ángríns, að og í rauninni svona svolítið í kjölfarið af þessari kveðju mitt til hjamma, sko, að nú ætla ég ekki að fara eitthvað aðeins svo mikið á dýstina, það er náttúrulega bara, þú veist, maður er ekkert eðlilega þakkláttur að bara, þú veist, vikurnar og þessa daga sem maður er að lifa að vinna við það sem að, þú veist, einhvern veginn brennur fyrir. Hvað vinnur áttu við? Koma hingað á föstudögum og þú veist, taka þátt í alls konar mismunandi verkefnum sem að búin að fara á 2 stórmót á árinu í fótbolta í körfubolta og handbolta og Eurovision sömuleiðis, þannig að bara geðveikt að það er einhvern veginn engin vika eins og svo er maður að þjálfa krakka. Kannski eins fyrir konundar að núti sem að er að horfa. Fórstu yfir strikið í lýsingu þinni á leiknum hjá Króutunum á EM í handbolta. HM í handbolta. Fórstu yfir strikið þegar fórstu í dómarana. Ég líst ekki Íslandsleikni. Nei, það var Króati, það var hinleikurinn. Það var Króati á móti ykkur öðru lið. Er það að tala um Fórstu yfir strikið? Fórstu yfir strikið? Hvaða leikur var þetta aftur? Nei, ég ræði yfirleitt ekki dómara í lýsingum mínum. Hvaða leikur var þetta aftur? Þetta var Króatía, Króatía-Slóvenía. Jú. Var þetta ekki Króatía-Slóvenía? Nei, en það var mikið rætt um það eftir á að mögulega hafi svona verið að heimaþjóðin hafi átt að fara langt. En fannst þú að fara yfir strikið? Nei, eins og segi, þú nefndir það heldur betur. Ég legg það ekki í vana minn að nefna dómarana, sko. Þarna var það. Já. Gott þannig að bílnúmer ásins, ég ánægði með það. Bílnúmer ásins. Er mjög gott. Ég er með BM068, mér dreymdi það núna bara, ágjör hægt að dreyma númer, þannig að mér dreymdi það nú bara núna daginn. BM068, það fór deskot rauður. Þannig að ég fann tekka það. Það er bílnúmer ásins. Það er komið að White Boy ásins. Tilnefndir eru Gunnar Birgisson. Já. Maron Birnir. Já. Það er one of our own. Jakob Birgisson. Wow. Já. Og fjórði til að vera tilnefndur sem White Boy ásins er Guðmundur Júlíusson, fasteignasali. Wow. Þetta er smá listi. Og White Boy ásins 2025
2025 Jakob Birgisson. Já, geðvegt. Sá hvítur. Hvað gerir hann samt? Hvað getið þið sagt svona, hvað gerir hann að White Boy ársins? Það bara... Er það svissi úr enga gera hann yfir í... Hann skýr hvítur. Já, úr enga gera yfir í ríkið. Já, er það ekki? Já, það að koma sér í því. Mjög hvítur. Já. Ég White Boy. Já, en náttúrulega eftir þetta Venezuela dæmið þetta á hverfiskutunni, þá var alveg ótt að segja það, já. Það var þegar maður þurfti að mæta þetta á flegiferð og taka upp í. Ég gleymi þessum degi aldrei. Nei, ekki ég heldur. Þetta var óraunverulegt. Ég mun aldrei gleyma þessum degi. Drengir, svona bara fyrir ykkur, frá ykkur ef ég byrjaði á þér, Daniel, því að fólki í chatinu það vil heyra meiri í þér. Leikmaður ársins í fótboltanum. Hver var, nú fekk Ousmane Dembele þessi Ballon d'Or verðlaun og við erum allir sammála það, hann sé mjög langt frá því að vera besti fótboltamaður heims. Hver leikmaður ársins fyrir þér? Ef að, svona bara, hvað top of mind? Szoboszlai? Já. Ok, fyrir þá allt árið? Vann deildina. Já. Já, veist. Mér finnst það var besti leikmaður heiminn í dag. Faglegt mat. En svo eru margir góðir, sko. Besti leikmaður heiminum í dag? Já, það ekki. Szoboszlai? Já, það ekki. Já. Hvað er með betri? Já, ég er með nokkra. Hvað er með? Já, Hvernig ert þú með hérna, hver leikmaður ársins fyrir þér? Ég fer alltaf svolítið halla heifstileðin í þessu og ég fer í Donnarumma. Gigi Donnarumma fyrir framistöðu hans í meistaradeildinni. Ég tekur það, Múi til City, okkar rammanum þar, tekur svona deildir það. Já. Hvað segir þú, Gunnar? Hver er leikmaður ársins? Declan Rice. Declan Rice. Nei, svona ef við erum bara faglegir. Já, faglegir. Finnst þér það ófaglega? Hann vann ekkert. Nei, ég veit að hann vann ekki neitt. En þú veist, ef þetta er bara, þú veist, hver veitir með mesta ánægju að horfa á svona heilt yfir í fótboltanum, þá myndi ég segja að Lamine Yamal væri ansi ofalega þar, já. Já, Lamine Yamal. Það er frábært svar. Og svarið, það er rétt svar. Og það er nú fyrir öllum. Það er að vera með rétt svar í þessu öllu saman. Þetta er steift, segir einn góður. Þannig að menn eru svona aðeins að slá á létta strengi auðvitað. Það eru jólin og þá er allt í lagi að slá á létta strengi. Við skulum fá næst, hvað við fá næst eitthvað? Ef við fá mann ársins. Wow. Er þið tilbúin í það eða? Já. Maður ársins. Það er komið að manni ársins. Tilnefndir eru Ibiza Final Boss. Já. Það er minn kall. Já, það er sko þinn kall. Tilnefndur er Hjörtur Bergstað. Yes, sir. Já. Yes, sir. Sindri Jensson. Hvernig var hægt að vinna þetta? Þessi þrír. Og Snorri Másson sem að lét fyrir sér fara á þessu ári. Það er komið að velja mann ársins 2025 og það er Ibiza Final Boss. Yes. Var ég ekki eitthvað að lesa það hann lifði svolítið hratt og heldur bara komin in the gutter núna? Er það? Ég var eitthvað ég sá Snapchat. Já, Snapchat, en þeir eru oft svona með villandi og passaði þar. Er þetta ekki, þetta er rétt hjá mér eða ekki? Já, Búlli staðfest það. Ég var á Ibiza fyrir mánuði síðan, rúmum, var að leita á honum og hveð síðan Aron Móla sem ég var með hann úti, skilurðu, hveð hann kljóðsna 3 nótt eða eitthvað fyrir upp á hótel, neð upp í húsverum í, hálftíma síðar hittar hann. Já, einmitt. Nei. Hann er fundan. Og þetta er vist algjör kongur. Var að bjóða þeim backstage og Hjörvar hefði fílað það. Backstage. Það er alltaf eitthvað við að vera Hjörtur Bergstað út að hann heldur sér í fyrirvændi Ungfrú Ísland mikið til sín taka Sindri Snær Jensson þetta átti frábært ár bæði engalífinu og svo í viðskiptalífinu og svo var þetta Snorri Másson, hann lét til sín taka náði að æsa allt rétta liðið og var einhvern veginn milli tannana á fólki. Þannig að það er eins og það er. Ef að fara í konu ársins sem var svona sjáliðið sem ég hlakkaði mest til að fara í. Sem fyrir mér eru stærstu verðlaunin. Nokkar hata sem ég krefst þess að vera í. Þetta var ráð. Ég ætla þá að leyfa þér að tilnefna fyrst að þú
segir þetta. Gjörðu svo vel. Ég ætla að leyfa þér að tilnæmna þá fyrstu. Svo margar. Já, hann var með svo margar. Já, Bítu. Hann ekki með neitt. Hann konið í El Grande, mann ekki eina. Svo erfitt Under the Lights. Hann búin að tala, en það að síðan að fylgja Jó, Kate Abdo. Já, hver það? Hún hérna í... Hvað gerði hún á Lofaland? Hún er alltaf Lofaland. Nei. Bíddu, ok, hún er hress og skemmtileg. Já, og flott sjónvarskona. Frábær sjónvarskona. Hún og Micah Richards og... Það er skemmtileg dýnamík. Þetta er ekki gott. Já, velur einhverja konu í sjónvarpinu, já. Nú, bíddu. Og já, kottum með þínar. Solveig Anna, hún er tilnæmt. Já. Nú, Sydney Sweeney, hún er heldur betur. Sú átti ár. Hvað? Sydney Sweeney, hún auðvitað hristi upp í samfélagsmiðlum heldur betur með American Eagle auglýsingunni. Og gerði það Var ekki Abercrombie & Fitch? Nei, American Eagle. Og Gugga í gúmmibót. Það er tilnefning frá ykkur á tjatinu. Takk fyrir það allt saman. Og svo er fjórða sem er tilnefnd Kylie Minogue frá Ástralíu. Já. Hvað gerði hún? Hún átti flott ár bæði innanmallar sem utan. Chloe Kelly hefði verið annað. Hver er það? Hún er fótboltakona. Vann náttúrulega EM með England. Herðu, við ætlum að velja konu ársins. Það er, og þetta er óvænt, það er Solveig Anna. Já, Solveig Anna. Mér finnst það bara gott. Já, það er frábært. Ég held að það sé... Við fengum að sjá hann í allt öðru ljósi 2005. Já. Hún hristi vel upp í þessu. Já, mjög. Hún jarðaði þessa hressu bræður þarna. Gunnar Helga, Hallgrím Helga. Herri, það er Súdógó bróðurinn. Þegar hún tók Hallgrím Helgason og gjörsamlega vakuumpakkaði honum saman. Það var svona óvæntasta útspil 2025. Já, þegar hann kallaði hann Trumpista. Já. Já, og við að sé með svona að mæta með það er eitthvað það algjörlega sem hún finnur. Þannig að hún gjörsamlega vaskaði þessu liði. Og já, það var algjörlega magnað að fylgjast með henni og hún var ekki hætt þar. Hún hélt bara áfram að stráfella liðið og átti stórkostlegt ár. Robin ársins, eru þið til í hann? Eru þið til í Robin ársins? Já. Hver er þinn Robin? Er það Helgi Sjón? Já, hann er þar. Hann er upp þér. 100%. Já. Þannig, það er Mike, sætistrákurinn úr Vesturbænum. Mikið herðar? Já, það er minn Robin. Hver er þinn Robin Guðni Birgis? Það er ekki Anton Ari. Það er Anton Ari, já. Ert þú stærri en hann? Eru þið vinnir? Nei, ég myndi nú að segja að hann verið stærri en ég. Eru þið vinnir? Já, við erum aldrei sér. Þeir eru ennþá vinnir. Það er bótið. Þeir eru tilnefndi sem Robin ársins. Þetta var áhugavert. Robin ársins. Rodrigo de Paul er geðveikt sjátt, sko. Já, Rodrigo de Paul hlýtur að vera Robin ársins. Vá. Já, þetta er geðveikt sjátt, sko. Búin að vera með Messi undir verndarmenn. En hann vann Robin ársins 2022, þannig að hann getur ekki unnið aftur. Þannig að reglurnar tilnefndi sem Robin ársins er Gaurinn með Sóla Hólm á Jólahólm. Já. Vel gert. Sá kongur. Já. Hinn gæinn í Metta Sport með vinni mínum Pétri Kjernan. Viktor Bjarki Arnarsson, aðstoðarþjálfari Víkinga sem að komast aftur í fyrirreitna landið. Og Dagur B. Eggertsson, hinn ultimate aukaleikari. Hann kemur ekki nálægt einu, hann er bara einhver aukakall. Kall greið. En Robin ársins er, og ég ætla líka að hrósa þessu sem eitt af business dæmi ársins. Ég held nú kannski að HS Orka sé nú alltaf business dæmi ársins á Íslandi 2025 og þessi endurfjármögnun og fari gegnum eldgosi og allt það. Jú. Og þá verður maður, HS Orka er alltaf þarna uppi og ótrúlega vinna sem var unnin þar, en ég held við ættum að velja þarna hingæðin í Metta Sport sem Robin ársins. Sama? Já. Sam the Man. Sam the Man, já. Mann bara í tjöldin, lætur þetta tikka. Þú ert, þið tveir hérna, þeir eru ungu strákur þeirna. Hvað er það sem hefur gert þetta að svona successful dæmi? Metta Sport. Þetta er ótrúlega. Já, þetta er ótrúlega. Þetta er náttúrulega bara, þetta er mjög nett stöf.
skilur sem náttúrulega bara fakt, þú veist. En hvernig þeim hefur tekist að láta bara annað hvert mannsbarn á Íslandi frá 12 til 25 verið í þessu ótrúlegt. Sko, ég ætla að fá að stoppa þig. Já, stoppaði mig. Því að það 12 upp í 45, ég sé konur á mínum aldri í sporthúsinu, þær eru allir í mentasport núna, í svona íþróttatoppum og boxum og svona. Já, ég, þú veist, vildi vera með svarið, sko. Þá var ég að gera eitthvað svipað, sko. En þetta er bara fáránlega vel gert og eru bara svona gera ekki málamiðlanir í einhverju svona marketing visioni sem eru með, sko. Negla bara allt og einhvern veginn, þú veist, maður sér þetta ekki á okkur tómbólu, þetta er bara einhvern veginn halda sér, ég veit það ekki. Er eitthvað að gera rétt? Eitthvað, eru ekki opnið í Kópavoginum? Ég held að þeir eru opnað búð í Kópavoginum 2006. Já, það er einhver svakalegur hiti yfir Kópavoginum þess að dagana. Já, það ekki. Ég held að þessi matöll í Smáralund, wow. Hún er bara game changing, það var hort á mig eins og ég var í skrítin þegar ég sagði fyrir jólinn, herri, ég ætla í Kringluna. Það voru bara svona krakkahópur og þau bara ég var bara hérna, sko. Bara hún fer í Smáralundina, sko. Ég bara, ok, ég fer þangað. Sorry, krakkar. Ger ekki þessi mistök aftur. Mér er svo geðið marketing á þessari matöll í Smáralundinni að þér líður ekki lengur eins og sért í Smáralundinni. Skilju, þú veist, hvað segir það um Smáralundina? Já, og lappar inn í annan heim. Ég veit vel gert. Og lappar bara inn í annan heim og maður upplifði þetta. Það er ótrúlega sterkt að upplifa svona á þessum síðustu og vestu tímum. Ég var á deiti með Danna í gær og mér leið bara ekki eins og ég var á deiti með Danna. Þetta var það næs. Þetta er svo skrítið stöf, sko. Þannig mál. Þér líður ekki eins og þér líður ekki eins og í hérna Það taka dæmi, skilur skilur ekki, já. Það var deiti með Danna? Nei Með Danna? Nei, að skilur að catchphraseið fyrir mathöllina í Smáralind sé að þú sért ekki lengur í Smáralind. Segir það ekki eitthvað um Smáralind, eða? Já, ok. Ég var að koma heim til Hjemma, mér leið bara alls ekki eins og ég væri heim á Hjemma, þetta var svo næs. Já. Ok. Ég náðu þess ekki. Hjammi, þú í hérna samrættu, hvað sem er 9, 8 og 9 það ekki? Þetta var me problem, ekki Hjamma problem. Þetta var me problem, það er bara svo leitt. Við höldum árum að kíkja á chatið, margir sem vildu Melania Trump sem konu ársins. Ótrúlegt ár fyrir Slóvena, það var ekki bara Melania Trump sem að sló í gegn og við fengum stock market at an all time high, heldur unnu er líka hérna Tour de France, þarna slóvenski strákurinn Tadej Pogačar. Já, svo var það Luka Doncic og svo var það þetta Benjamin Šeško. Þannig að það var Benjamin Šeško líka. Benjamin Tesko. Hvaða ár vann Brandi Love, spyrja þér? Já, ég myndi að spyrja Gunnar Birgis að því. Því að það er Brandi Kall, get ég sagt. Hver er það? Brandi Love, Hei. Góður. Þannig þetta er svo Góður. Já, ok. Þannig langar aðeins. Já, ég skil núna, já. Held ég, við slum fara næst í skór ársins. Byrjum á Gunnar Birgis og félögum. Nike skór. Yes, sir. Þetta var Nike skór. Annars drepið. Moon boots. Já. Moon boots komið aftur. That's so hot. Nú, dokkbláu skóðin, DJ Del Calcio skórin. Og mitt vót. Svo er það Uggs skórnir. Já, Uggs. Þeir kom alltaf aftur. Uggs skórnir og ég ætla að gefa Gunnar Birgis og félögum þetta. Það er Nike skór. Thank you. Það er Gunni sem að vinnur þetta. Komur leitinnar? Margir flottir Nike skór. Já. Og þeir komið þeir í leitinnar. Já, það var bara einhver annar krakki sem hafði heldur tekið það í mig, sko. Þeir komið í leitinnar, sko. En þetta kostaði hausinn af skólameistaranum. Já, skafferingnum Ársæli Guðmundssyni, vinur minn. Og hvernig munum þið skafferinga hefna fyrir þetta? Já, það er verið að teikna upp. Sviðsmyndir. Já, það er verið að teikna upp einstaklega. Sko, hafið þið velt í fyrir ykkur, ef þið ættu að ráða einhvern í flokki fólksins í vinnu, bara venjulega vinnu, hvern myndu þið ráða? Jésus, þetta er ekki smá erfið spurning, maður. Hvern myndu þið ráða? Ekki daginn væri vinnu þetta er allt svona, ég hef ekki unni í 20 ári, ég get ekki unni neina vinnu, en ég er til að vera ráðherra. Já, og yfir 3 embættum. Hvern myndu þið ráða í vinnu úr flokki fólksins? Þetta er alveg smá erfitt. Þegar Guðmundur er náttúrulega mest að kongalúk sem ég veit um. Já. Gummi. Ára. Þú veist, við slum aðeins hlusta á, þú veist, af því að Gummi, hann er líka segur í enskunni, býðans.
Lækkum aðeins, Gunni minn. Geturðu aðeins chillað? Hann spilað þetta frammi, sko. Gunni Þórðar. Hlustum á kónginn. Minister, unions leaders, and dear ISTP guests. Very good morning and a warm welcome to the 50th International Summit of the Teachers Profession. It's fantastic to have this opportunity to This is opportunity to embark in the decision on how we can strengthen the teacher professional and raise student achievement and well-being. I would like to begin to express. Já, þarna heyrðum við að ávarpa eitthvað kennaraþing þarna. Þetta væri svona eins og að ég sendur inn til Tansaníu og spurður, herri, getur ekki talað Swahili við þetta lið? Jú, látum bara hafa þetta á blaði og þetta var ótrúlegt. Nei, ég meina, en hvern myndu þið ráði vinnu? Sko, ég hef að segja ef ríkisstjórnin, þá myndi ég alltaf ráða Loga Einarsson, af því að hann pínu lítill og markmaður. Ef þú pínu lítill og markmaður, það þýðir að þú hefur ótrúlega trú á sjálfur, ert einhvers staðar létt á milli þess að vera bilaður og hafa ofur sjálfstrust. Þú ert ekki 1.58 og ferð að vera markmaður. Ég hugsa að Sigurjón Þórðarsson, hann myndi brettu bermar og fara að vinna. Sonni, já. En hann ekki ráðherra? Hann ekki ráðherra, nei. Nei, hann ekki ráðherra. Það ráðherra í flokki hús, það alveg erfitt. Það alveg erfitt. Þetta Tækir mig ekki Guðmund Inga og verið mig góðu spjall. Jú, spjallið. En þetta ansið magnað. Og þetta magnað tímar sem við lifum á og þjóðarskútan að sigla í stranden. Við höldum áfram að dansa. Og við spyrjum hljómsveitunum að spila áfram. Þetta ræðið ársins sem við varst að hlusta á hana. Við hefum það með það. Já, þetta ræðið ársins. Sko, það margir sem að báðu mig að velja friðarvelun doktorfútból. Og lendi því að margir komu til mín og spurðu, nú, hvernig koma friðarvelun frá þér? Og ég svona ákvað að vera ekki, því ég vildi ekki skyggja á friðarvelun FIFA sem að þú lýstir þarna þegar að 4050 og 4070 forseti Bandaríkjanna fekk friðarvelun. Ef við horfum aðeins frá því sem hann gerði fyrir frið í heiminum, eitthvað annar sem eitthvað dettur í hug? Eins og hver tók Nóbelin í ár, Gunnar? Þú átt að vita, þetta var kona. Þú ættir Rúvari, sko. Þú átt að vita þetta. Var þetta ekki kona? Ég veit það ekki. Jú. Hún ekki frá Indlandi eða Tælandi. Já, en hver, þú veist, ef þú fengir að velja friðarvelun, hvern myndur velja? Vá, þetta geggjur spurning. Það svona einhver sem alltaf að stilla til friðar. Hver stillir til friðar hjá Kela og Kristall? Já, hver var það? Það hafa verið Eyþór Völler. Það getur verið Gæti hafa verið Eyþór Völler. Þetta hann sem mögulega væri líkt honum. Tilkalli þetta. Væri líkt í honum. Ekta hann. Sko, Hjálmar, er þú sneggri að hugsa? Nei, ég veist svo sem ekkert. Mannum finnst þú nú bara að hverjir dettu það inn? Mér dettur þarna í hug sveðjuárásinn í Grafarholtinu, þar sem að hún mætti að hún reyndi að róa þarna mannskapin niður. Og þarna með sveðjuna Svo náttúrulega líka á ströndinu það var gæi náttúrulega. Já, það er náttúrulega eina sanna hetja. Bobby Beats, það er friðarveluna hetja ásins. Gæin sem að stökk aftan á gæja með hlaðið riffil. Snér hún bara við. Kjarki það. Það var sett, sko. En voru þetta stuðningsmenn Fram sem voru eitthvað ósáttir í Grafarholtinu, Daniel? Var þetta eitthvað tengist þetta handboltanum? Ætla ekki. Hvernig tengist þetta handboltanum? Nei, sko, þeir náttúrulega áttu rosalegt ár nefnilega. Ekki pennamein, það er þeirra lið. Já, sammála. Já. Það snýst, það er Fram. Já, snýst. Þetta snýst það. Við gengið. Og þá voru menn og voru ásóttir. Ég held að fara fljótlega að styttast í einhverja skiptingar hér hjá okkur. Við förum að fá inn fleiri góða gesti. Ef að snúa hjólinu? Ef að snúa lukkuhjólinu. Ef að gera það fyrir eitthvað þá í chattinu. Já. Nei, fyrir þig. Nei, já, fyrir chattinu. Maður sjá, hvað komið með einhverja tilnefningu að einhverju og svo sem er besta kommentið vinnur. Já, mér líst vel að það. Tilnefningu að bara einhverjum góðum lið. Já, tilnefningu að góðum lið, ekki aðila. Ég ætla að biðja bara chattið að koma með Barry ásins. Hver er Barry ásins? Kíkjum að það, sjá hvað kemur. Og sá sem að kemur með besta Barry ásins sjátt vinnur. Hann fær að snúa Dannahjólinu. Já, snúa hjólinu. Hann fær að Barry ásins.
Berry ársins. Búllis, þurfum við ekki að sína hjólið sem menn vitið að það er eitthvað undir? Sína hjólið. Helgi Sjón, náttúrulega fyrir myndbandið að sjama. Já, hann ætti að vera þar uppi. Já, nú rúlar það inn. Jean. Berry ársins. Já, Berry ársins. Hann ekki með strax. Gísli Jörgen segir mig. Já, hungu verkvært hjá Greta Thunberg. Gísli Jörgen þetta, já. Bonnie Blue. Bonnie Blue átt stórt ár. Já, gott sjátt. Þið Philips menn eða Blue menn? Ég er Lilli Philips. Þið tveir þar. Alltaf Bonnie Blue maður. Sidney Sweeney, Auðun Blöndal, Gugga. Sjátt. Golvar ásins. Hvað allt er það? Nei, Gablar ásins. Já, Nei, þetta er Golvari. Golvari. Gablan Geði. Hjálmar Örn segir Inga Sæland, já, hún er Berry. Maður heyrir ekki Bassa Maras lengur. Shia Berry. Bassi Maras. Hann var flottur í jólabanaðarlega. Já. Hann var flottur þar. Hann er sleeper rappari. Já. Geðvigur. Árni Fastursali. Þetta er góð nöfn að detta inn. Koma á svo, við erum að fá að snúa hjólun eftir smástund. Nú þurfum að fá alvöru Berry. Lily Phillips. Já. Ég ætla að lenda á þessum iPhone. Flóris. Við viljum það. Við viljum að iPhone. Maggastína, Helgi Sján. Já. Kitty Magg er að fá Maggastína. Maggastína þetta. Fórseti Alþingis. Okkar helsti tógarasjómaður. Hjöppi, þú velur. Bondarinn. Stjörnurlagfræðingurinn Kim K. Já, ég er Bondarinn þetta svakalegur Kim K. kall. Nablin Bad Boy. Já, það er ekki alveg... Vinkona Hjörvas Rakel. Já, Rakel, já. Það er vinkona mín. Heru Lind, það er Berry. Heru Lind. Sabrina Carpenter. Já. Þetta er góð nöfn maður. Steindi Junior með þetta hár. Heyrðu, það er ekki Björgvin sem vinnur þetta. Björgvin Máni Friðriksson. Björgvin Máni Friðriksson. Þú vannst þetta. Það er snúa. Já. Berry, Ástildur Lóa. Berry. Koma. Hvort ég snúa fast eða laust? Björgvin Máni. Meðal. Hversu marga svör? 14. 14 svör. 14 svör. Þú veist, ég vilt ekki vita hvernig 100 er, sko. Björgvin Máni. Þetta er iPhone. 500! Nei! 300 eurur! Vá! 300 eurur Björgvin. 300 eurur. Wow. Making dreams come true. Ef ekki snúa einu sinni. Fyrir einhvern annan. Gerum það. En þá fyrir eitthvað annað. Já, fyrir eitthvað. Já, við förum og snúum hjólunni hérna eitthvað annað. Við þurfum að fara að fá eitthvað af gestunum að það frammi. Við ætlum að fá, strákar, komið fram með pappapakkan. Já. Pappapakkan inn. Pappapakkan. Fá pappapakkan inn. Herri, sá sem vann, sem að senda mér bara DM, Daniel Olsson, á Insta. Daniel Ólas á Insta. Björgvin Ég held þetta var. Fáum... Takk fyrir mig. Takk fyrir mig, Daniel Ólafsson. Hér er pappapakkin að detta inn. Við ætlum... Við ætlum að velja mann ársins. Þetta kemur frá Stjörnuljós flugvöllum. Birkir í Bullis hérna. Já. Hann er single. Já. Og hann með the red cap, dark red cap. Það er komið að því að velja íþróttamann ársins. Íþróttamaður ársins. Nú erum við spenntir. Er þið spenntir? Já, ég er spenntur. Ég er miklu meir en spenntur fyrir þér. Tilnefndir eru Dagur Kári Ólafsson, 5 leikum. Hákon Haraldsson, knattspyrna. Eygló Fandal, kraftliftingar. Og Konráð Sveinsson, eða knapi afsegið. Knapi. Og ég ætla að fá bolla til að sækja íþróttamann ársins því að hann er hér í húsi. Konráð Sveinsson, og komdu með Konráð Val Sveinsson. Hér er íþróttamaður ársins Konráð Valur Sveinsson. Já, með bendir á númerið á bakinu. Það er senda á mig og þú færð pappapakkan. Ég setti saman pakka fyrir þig frá Stjörnuljós og kalla hann einfalda pappapakkan. Þetta er rosalega pakki. Já, þetta er pappapakki eins og þið gerast bestir. Konráð, knapi ársins veit ég hjá, allavega við í Eiðfaxa, völdum þig knapa ársins, íslenski hesturinn að koma sterkur inn þessa mundir. Konráð, þú setur heimsmet, segðu granns frá þessu heimsmeti.
Já, sem að sko ég var líka knappi ársins hjá Landssambandi hestamanna. Já. Getum við fært Derry-pakkin aðeins? Derry-pakkin frá Stjörnuljós bæði í Álfabakka og í Hafnarfirði. Já, gjörðu svo vel. Já, þetta heimsmet var sem sagt sett núna í sumar á Íslandsmótinu. Þannig að þar með bætti ég síðan mitt eigið Íslandsmet í leiðinni og gamalt heimsmet sem ég átti líka áður. Já. Sem að gamla heimsmet og Íslandsmeti var sem sagt 21.15 og fer síðan 250 metrarna á 21.06. Ekkert að gítliði að fara í horse racing í UK? Jú, mjög. Það? Það ekkert eðlilega. En okkur tekur engin Íslendingur stökki í það? Ég þyrfti að fara í svona aðeins, ég ekki stór, ég þyrfti að fara í svona reverse hækkun. Það var að minnkaðir. Minnkaðir aðeins. Það svoleiðis? Þeir eru rosalega litlir. Þeir eru mjög litlir. Proper litlir, sko. Fá einn Íslending í þetta. En ef ég man rétt þá settur heimsmetið, var það ekki skeiði? Jú, kapröðum. Þannig að, hver svona, ég held að við allir okkur uppáhaldsgangtegund. Hver þín? Það skeiðið. Það skeiðið. Það hraðinn, það adrenalínið, þú veist þarna eins og... Hvað þetta hjá? Þetta skeið, töll, þetta gangur, brokk. Ekki gangur. Nei. Brokk. Stökk. Fett. Já. Nei, en síðan eins og þarna, þú veist, hesturinn var að ná honum, hann að toppa sig á þarna 55 km hraða, þú veist, á skeiðinu. Hverju varst að ríða þarna? Kastor frá Garðsvatni á Þjálfamörk heitir hann. Og það og hver játnaðan fyrir því? Gunni heitir hann, Gunni Gas. Gunni Gas, já. Eða Gunni Maestro, sem alveg dundur, sko, játningamæður. Hann sem smíðaði sér álskefur undir hestin fyrir mig, sko, fyrir akkurat þetta hana bara. Og hann gerði það líka sama í fyrra, þá setti ég heimsmet líka í 150 metra skeiði, kappreiðum. Og hann svona að smíða þessar skeifur undir hestana, bara akkurat skeifur undir þá. Tamdur sjálfur eða? Nei, ég keypti hann af vinn mínum hérna Agnari á Garðsvatni á Þjálfamörk, sem Eyjafirði. Já, það einfaldlega þannig. Og þegar þú reiðst honum hérna til heimsmets, hvernig var tilfinningin? Tilfinningin var alveg ekki, ég vissi þetta líka alveg fyrirfram. Já, áværi að fara að setja heimsmet. Það svoleiðis. Það voru aðstæðna bara þannig að það var aðstæðna voru geggjar og ég var búinn að fara þarna fyrir, þetta voru svona sko seinni 2 sprettirnir af 4. Ég var búinn að fara fyrir sprettin á 21.36 og vissi að ég þyrfti bara aðeins betra start. Þú getur hent upp, sko, það á YouTube, það vídeo af þessu, startið geggjað. Og þetta byggist alveg rosalega mikið þannig á sko startinu. En ég ætla að segja við þig núna, þegar þú ert íþróttumar ársins núna og ertu sár að vera ekki topp 10 hjá íþróttumönnum? Ég var það, já. Svona aðeins, sko, en síðan náttúrulega bara, mér var þetta mjög merkilegt fyrir mig. Já, en þetta auðvitað heimsmet og við vitum alveg hvað íslenski hesturinn myndur halda að vera stærri en handbolti? Nei, ekki handbolti, en þú veist, þetta alveg svona afrek í sjálfum sér að setja heimsmet. Þú veist, í sama hvað íþróttugrein það Algjörlega. Það svo stort. Og hérna, sko, síðan akkurat í þessu að, bara að koma þess aðeins á svona markaðan fyrir íþróttafréttamenn og fólk að fatti eins og þú fórst á seltina, sást kappræð. Þetta svona þessi grein í íþróttahestamennskunni sem fólk skilur. En þú var átt á því, sko, að íþróttafréttamenn eru bara með harpiks í hausnum. Þeir eru bara handbolta óðir. Það vantar mann eins og mig að Samúel Örn til þess að svona aðeins að berja hestamanns eðlið áfram. Ég að reyna að leiðbina þeim hérna. Ég alveg sammálaður. Þetta var hann á Dr. Fútból hérna vídeo. Þetta mjög töff, sko, og ég mjög montin að því og reikin að því að þetta svona eins og þegar Raggi bróður minn setti markur aukaspyrnu á Húsavík. Að þetta sé á upptöku og svona fólk geti séð þetta. Já. Byrju Ragnar bróðinn? Já, Ragnar Bræði. Ha? Já. Fyrir þá sem ekki vita. Vá. Nei, pappi, Svenni Ragnars baði að heilsa þér, sko. Svenni Ragnars, þetta svakar. Hann baði kærlega að heilsa þér. Já, ég bara bestu kveður tilbaka. Ég skil að því. Jólakveður. Ég náttúrulega komin í það að þekkja núna, sko, helst af og ömmur krakkana, sem ég heiti. Já, þetta magna, en pappi flottur. Ég sem þannig að hægra með svona fyrir neðan F-eð þarna. Já. Og þetta síðan startið, sko, það að ná að leipunum og svo það niðurtakan sem að kemur svona á núlein. Þetta heimsmetið. Hvað ertu hár? Ég sko, samkvæmt vegabrifi var ég í Timberlandskom 1.78 en ég held þessi 1.75. Þetta sjáu þið hvernig hann ríður. Þetta rosa svakaleg íslenski hesturinn glæsilur. Það líka aðeins trikkið í þessu að sko, ég dokumenta alla sko þjálfunarstundir hjá mér og allt sem ég gerir með hestana, sko, hvernig ég gera og ég með Garmin úrið á mér
þá sé ég hraðan á þessu og þegar ég leit svona aðeins 1 sekundu niður sá toppspeedi hjá mér eftir 250 metra það var bara, ok, þetta komið upp. Gunni, kom nafn Konráðs inn í svona spjalli á einhver íþróttavettamunum? Var minnst á hann í einhverjum, en hvað olli hann komst ekki í topp 10? Hvað vantaði upp og það varstu að setja fleiri heimsmynd? Ég get ekki svara fyrir það. Nei. En varstu með hann? Já, ég var með hann, já. Hann líka skaga fyrir þessi. Þannig að þú þekkir hesta. Þú átt hest. Ég hef átt hest, já. Átt hest. Hvernig er það fyrir þig sem áhuga maður að horfa á hann ríða þarna? Hvernig er það? Það situr hestin rosa vel og svona einhvern veginn rosa fallegt að sjá. Hann kann að meðhanda tauminn og svona annað. Hvernig situr í ístöðunum og svona. Þetta allt bara upp á 10 honum eins og þú sér náttúrulega sjálfur. Já, maður sér það. Heyrðu, Konráð, þú ert íþróttumaður ársins hjá Dóttu fútból og Epic. Ég meina bara að segja það sjálfur, það er eiginlega stærra heldur en hjá miklu stærra. Þetta er bara miklu meiri viðurkenning. Og þú getur nota þetta, actually, sko. Ég finn með þetta beint niður í hesthús og Já, núna er það auðvitað nýtt ár og ég ætla bara mundu þetta árið 2026 er ár veðriðana. Já, ég set annað heimsmet í sumar. Já. Ég ætla að gera það í 100 metrum og eiga þá öll 3 heimsmetin. Já. Þegar þú líður, ertu með hjálm? Já. Ég meina það geta ekki allir verið eins og þú upp í Laxnesi. Ég er alltaf bara með kúrga. Svo allra harðastu líka. Já, var alltaf verið að reyna henda einhverjum hjálm á mig. Ég meina, er það ekki líka svolítið lúðalegt? Jó, það er ekki. Ég er alltaf bara með kúrga. Herri, það held ég. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Konráð. Við slumum fara að halda áfram. Já, það er eitthvað verið að sína vídeo á mér þar sem ég hafði verið að bera mig eftir teppi á 120 km hraða á hesti. Það er ekki fyrir alla. Nei, heldur betur ekki. Nei, við slumum með að fara í næsta flokk. Við erum að fá bolla hérna inn. Já, það er bolli. Það er komið að seinni hálfleik hjá okkur hér. Við slumum fá lagið góða tilbrigðum fegur. Bolli, koti inn, eskan. Það eru hægir. Já, það eru mjög hægir í dag. Það held ég. Sestu, bolli minn. Takk fyrir. Við ætlum að fara beint í endurkomu ársins. Jordan Henderson er tilnefndur sem endurkoma ársins Hjammi. Hann er þetta fiskir sem þú er tilnefndur hér í dag. Granit Xhaka. Já. Og Sigmundur Davíð sem er að ríða upp í 20% þessa mundir. Endur koma ársins. Koma svo, einhver sem þarf á þess að halda. Það er ekki fake Hjami, heldur the real Hjami. Hjálmar Örn Jónsson. Já. Hjálmar, þetta ár fyrir þig og aðdándu þína. Kannski aðeins það. Já, þetta er bara risastórt að hafa komið tilbaka og já, náttúrulega næstuði verið dáinn en sé það að ég átti eftir að gera eitthvað meira. Já. Það var það sem svo Stóri sagði. Hann átti að gera eitthvað meira þessi. Ég gleymi líka aldrei hvar ég var. Bara þegar ég fæ fréttirnar þannig á laugardeginum. Já, þetta er rosa. Og þá var ég bara með dóttur í húsinu. Þetta var stórt. En það er gaman að vera komin aftur, strákar, og það er ekkit varið það að fara strax. Við erum að bíða aðeins lengur. Já, aðeins lengur. Aðeins lengur. Gunni, þú ert ekki sáttu við þetta. Þú ert einhverja fílu við hann að fengi velun. Þú kannski færi velun. Nei. Ég verði þetta. Nú verði ég Það skrítir orkið, Gunnar. Nú fengi vont í þetta. Það er nefnilega svolítið. Endurkoma ársins. Þú varst ósáttu við að Nei, sko, ég ángríns. Það eru nú bara fáir sem ég elska meira heldur en Hjama minn. Það er nú bara... En þú ert ekki svona gæðin til að samgleðast. Jú, ég er einmitt nefnilega gæðin til að samgleðast. Annað en þú. Ég er bara samgleðast hann við það þvílut nú. Já, Ég valdi hann. Þú ert alltaf eitthvað í einhverjum Ég valdi hann. Þú ert alltaf í einhverjum... Aldrei neitt. En málið með Hjama, hann hefði getað tekið endurkomuna og mann ársins. Eftir að hann deyr og lifnar svo við, að þá ertu búin að eiga rosalegt ár. Það er bara frábært ár. Og sérstaklega eftir að komi og svona fest sig inn í fjölskyldunni. Mér finnst líka svo magnað fyrir gæja sem er að vinna bara einum almenna markaði. Hugsaðu að þú hefur verið að vinna bara eitthvað hjá einhverju ríkisstofnun, þá verður að koma til vinnu ákvarðat núna.
Þú varst mættur daginn eftir bara bylgjuna. Ég á komin í gig bara daginn eftir. Það bara svolítið. Það var ekkert vandamál. En það bara þannig, maður fær ekkert borgan ef maður mætir. Það ekkert eitthvað að sitja heima og sér að bíða. En það leið vika og ég spurði hvað það var að gera á laugardaginn. Ég að fara veislustýrum í Efur og ég sagði, herru, það ekkert hopp á skott. Og ég man eftir, ég hoppaði upp á sviðið. Ég man eftir, ég fann orðið. Ég sagði, er ég að segja? En það var nú eitthvað ljóðrænt að deyja upp á sviðið. Það er gaman að þessu. Það er þannig. En allavega þá þetta svona. Við ætlum að fara í... Við hefum eftir að snúa hjólun aftur, þannig að tjattið þið verða að vera lifandi. Herru, má ég sjá bara tjattið? Já. Má ég sjá fumble ásins? Já. Fumble ásins og Bolli ætlar að snúa fyrir ykkur. Bolli leifir að fá smá rauðin hjá þér. Viltu vera rætt var? Er þetta með... Bolli er satt helviti gott, sko. Já, bara pyrra þetta þessi gilsari sem við séum búin að festa þetta eitthvað á mig, sko. Já, hver að fumble ásins? Fumble ásins, við þurfum að fá það frá ykkur og það er, hvað lentum við á? 300 € síðast? Já, það voru 300 eurur síðast. Ég er svo rögglaður, ég myndi frekka vilja taka 500 € frá Epic og geta... Já, ég er svo rögglaður. En þú hefur alltaf hugsað svona? Ég hef alltaf hugsað svona. Að bara... Heyrðu, þetta er gott. Fjarskiptastofa, já. Arsenal, fumble ásins. Alexander Isak. Já. Nú, HK í playoffs. HK í playoffs. Já, þróttarar viðregnin. Hann valur að selja Gylfa, vel gert. Bambo. Arsenal klúður öðru sættunni í Champions League. Nú, það var alveg fumble. Ég veit að Hjörvar er ekki hrifin að þessu. Ég nefndi það á hann, ég sá sviparaðan, en Ómar Díok, Njarvíkingurinn geði. Þetta var þetta fumble. Gunnar Heiðar kvílar hann og svo detta út. Það var fumble. Það var fumble. Postmaster glemdu hugmyndinni. Nú, þróttur, já. Ferðinörður hjá Ötta, Tomma og Gunnar. Það var enda rosa. Það var vargarnir 3. Nei, vargurinn með vinum sínum. Vargur og vinir. Já. Gælan sem hætti með kleinar að það. 2 augnabliksmenn í Stjörnuna. Kemi, hefur þú fumblaði Berry? Já. Manchester United, Rúf, pizzan hjá Hjöppa. Já, fumble. Já, þeir fóru inn með laukinn, þannig að það er fumble. Sölutölur, ekki góðar? Jó, það eru mjög góðar, en hins vegar fumblaður þessu. Manchester er að fumbla Haulundunum. Já, góða punktur. United í Europa League Final. Já, Gunnar Birgisson Euro dagpinningar. Vá. Það er þetta gæð. Kiss that goodbye. Hvað er það mikið á það? Kílómetragjaldið. Tindastóll. Já, það var alveg fumble. Dýrasta leið sögunar með íslenska Jürgen Klopp að stjórna. Allt sett undir. Og þeir fumbluðu þessu. Það var 43 ára gamall maður sem að lita fumbla þessu. HB Orkan. HB Orka. Hvað segir þið? Já, gólboltakastið mitt var hræðilegt. En prófa að kasta gólbolta. Það er bara svona svo að kasta engu. Áldu vanur. Það er yfirleitt þegar að mennum segja, hjörðu áttu bolta og gerir ég eftir svona á menn. Já. Nú, hérna, þetta er bolti. Þú flippar hann svona til þeirra. Fumble ásins. Þetta er þvílíkt gott. Þetta er menni, tjóður menn snjallinum. Valkyrjuna 3. Vá, segir einn hérna. Erðu, reka skólastjóran. Er það ekki fumble ásins? Það var rosalega fumble. Fumblaði þessum skólastjóran. Hann var elskaður upp í Grafói. Það er málið. Kvittaði på það. Vestri að fatta eftir byggasögur. Play. Útlendingakvótin í Blækinu. Já, jú, það er nú reyndar. Þetta er flottu punktir á Sævari. Já, nei, heyrðu, sko FM 95 blöð tónleikarnir var að síðast ég myndi setja í fumble ásins þegar ég vissi hvað löpuð út með eftir það kvöld. Eitt hann í fantasy í NFL-inu, Mark Andrews og styrta draumum Ravens í playoffs. Nú, já. Já, Arne Slott, það er alveg þetta að taka upp. Arne Slott, já. Það er hann búin að vera í vesinni. Já. Nú, ég held það, hvað var svona besta fumblið þannig? Menn er að tala um að Arsenal fumbla öðru sætinu í Champions League, hafa ekki náð því. Það pyrrar einhverja að það sé I am a very good morning. I am a very good morning. I am a very good morning, það er ekki gott. Tókuðu ekki á það? Shit. Já.
Já, Björk að fömbla hjamma, ég held að það sé alveg mjög gott. Já, svo það. Já, það var rosa. Klúður hjá henni, eins og það Þú var þau flott í dag. I'm very good morning, það ekki helviti gott, I'm very good morning? Jú, en það var ekkit fumble í því Nei. Þú veist, fumble að missa eitthvað frá sér eða eitthvað slíkt, sko. Kjami, segjum að þú hefði verið með Björk og hún segir, heyrðu, ég hef komið mynd hérna, dansirinn dark, hefur þú ekki alltaf sett hana ekki gera þetta, ekki taka þetta verkefni. Vestramenn að falla eftir að hafa unnið byggarinn. Það var náttúrulega ótrúlegt ár hjá Vestra. Já. Rosalegt. Það þetta fömbúl að vinna byggarinn vera í efri hluta og falla svo. Já. Hlýtur að vera. Öryggisgæslan fékk ekki þennan pening. Andri á Flandri að fumbla hún bara... Það nóga fumble í gangi hana. Hvernig ætlar að velja? Fumble ásins. Já, þú ert með sér. Ég ætla að velja þarna eitthvað og fara að snúa. Jú, við erum að velja eitthvað sem að vinnur. Svo kem ég með stjórinn. Fumble ásins. Vá, það enda knaspinu fyrir að það er Valur, bara eins og leggur sig. Nú Leverkusen að fumbla Erik ten Hag. Já. That was a fumble. Það fumble ásins. Það Guðmundur Hrafn Kristjánsson. Bolli. Guðmundur Hrafn Kristjánsson, hann kom með þeir fumbluðu ten Hag. Settu þetta á smá snúning. Býta aðeins. Býtu. Með krem. Bara milli stjórnandur. Þetta ekki milli? Já. Og svo, one time, díla. One time. 300 Nei. 300 evrur, takk. 300 euros. Hald ég. Svona var þetta. Það svoleiðis. Alexander, var það television nændarter, ja? Practice nændarter. Ég hef gert það líka, sko. I got see to believe. Nei, en það Alexander Veigar að verða einn af okkur allra bestu íþróttamönnum þessar mundir. Og þetta kannski háputurinn árinu hjá honum að mæta þarna Luke Littler, talandi að mæta Luke Littler, hann þarna Vignir Vatnar. Hann vann Magnús Carlsen. Hefur heyrt á sögu hvernig það var? Nei. Það svolítið magnað. Hann sést að mammans kemur til hans og fagnar því að hafa unnið eitthvað pening í lottó, einhverja milljónu lottó, það dreigi út eitthvað dæmi og vekur hann eitthvað hálfpartinn og hann eitthvað öll því lítið ánað með þetta. Þannig hann ákveður að fara í tölvuna, sér að hann online, spila við hann og vinnur hann. Þetta var bara eitthvað double sensation kvöld hjá þeim. Feðgun. Mæðginun. Feðgin. Nei. Mæðgin. Þetta er mamma og sonur. En þegar ég að tefla, þá þarf ég alltaf að hafa. Ég get ekki verið Nei. Ég þarf að... Það sæk út. Það lesa. Vita að sko, ef ég í tölvunni, þá ég bara að fletta einhverjum gömlum leikjum bara, hvað gerði Kasparov aftur hérna? Færi gömlu bröðin. Þá fer ég alltaf í gömlu rússana mína. Hann rosalega í mína sovjetskák. Sovjetskák. Sem að... Hver var þinn uppáhalds? Kosnói. Kosnói? Já. Hann tapaði reyndar fyrir Jóhanni Hjartarsinni. Það var hrikalegt tap. Ég var alltaf Kasparov maður. Já. Garri Kasparov. Kasparski. Ég var svo hrifin að því að hvað Bobby sýndi okkur mikið áhuga að ég Bobby Fysikal. Já, eðlilega kannski. Já. Þetta líka úr Laugardalum. Já. Þar bjó hann til sitt nafn. Já, það bara þannig. Það enda rétt. Þar var þessi góðsögn til. Við skulum velja nýliða ársins. Já, Vignir Vatnar. Hann auðvitað einn af nýliðum ársins, alveg magnaður. Nýlið ásins. Það tilnefndir eru Guðmundur Ingi, ráðherra. Já, ráðherra. Ragnar Bragi Sveinsson sem hefur komið eins og feskur vindur, algjör nýliði þar á ferðinni. Nýi Gunni Birgis, Aron Guðmundsson á sín. Hann hefur slegið í gegn. The fresh Gunny. Og hann aðeins léttar á sér ekki. Og svo það fjórða, það Grænland. Það verið allir Grænland núna. Eftir að hafa verið hörmulega að fara með vin okkar í Grænlandi í 20 ára. Þá þeir núna sætasta gellan á ballinu. Og með þess að Danir eru að reyna að vera næs við þá. Eftir að hafa, þeir eru að koma illa fram við þá. Og
hafi Bandaríkjamenn áhuga á að gera eitthvað í Grænlandi þá ég til í að bjóða svæði fyrir sína flugvélar. Já, eðlilega. Það sem að þeir getu flogið yfir. Hér? Já. Ég tilbúin að hjálpa þeim. Hvaða svæði sérðu fyrir þér? Hvað segirðu? Hvaða svæði sérðu fyrir þér? Það er í Kópavoginum. Það er þarna við Bláfjöll og þar. Hvað eigið þið margar þyrlupalli í Kópavoginum? Það er nóg aðeins. Er það ekki? Og við erum fljótir að reisa það. Þetta er einn einfaldasta... Já. Þetta er smá malbygg. Þetta er svo mikið presses. Þetta er rosalega presses. Það held ég einhverjum að tala um að hjólið sé riggt og það er rétt. Það er riggað hjólið. Það á að stoppa. Það er ekki snúið hjólið 300.000 hann er aldrei að fara að lenda á iPhone aldrei naflin enda sneri hjá okkur í Hamma.net nýliði ásins 2025 bróður hans var hérna íþróttamaður ásins það er eitthvað fræðis samanlega þessu líka bara svona fagilegt skipta Arnarsen út skurður Rauðþórur fá annan inn og skemmtilegt já það er sko var viðtal við frænkans Arnarsveins í vikunni. Sáðu það? Nei. Það svo sem að var í Stelli Orlovík gamla dag. Sem var hérna, passaðu þrýstingi. Býtu, hún frænka þeirra? Já. Sko, hann er úr bara stærstu leikarætt bara Íslands. Það er bara algjör kúltúr í kringum hana. Og hún var einmitt að tala um sko að hún fær að heyra þetta, ef hún fer eitthvað út, þá fær hann að heyra þetta, alltaf. Ég lendi rosalega rifrildi við hana 1990 eitthvað. Hún er frek. Hún er frek. Hótelinu. Var það? Kostusól. 2 alfa að mætast. Já, við áttum ekki skap saman. Það var einn svona leikona í gamla þetta sem ég reifst alveg rosalega við á Benidorm hérna á sínum tíma, svona 90-91 á Levante Club. Það var svona krakkin sem var í öllu á RÚV. Það var svona sami krakkin í öllu á RÚV. Bara ef það var eitthvað svona eitthvað stundin okkar eða eitthvað. Við áttum bara ekki skap saman og þarna hefur þú líka lent í leiklistakrakkar. Þetta er náttúrulega bara þegar krakkin einhvern veginn læsist inn í stundin okkar þá bara það er doomed. Það er doomed. Já, Levante Club, varstu nefnt ég þar? Við fórum aldrei ákvæð. Nei, við erum Kostusólfólk. Bóti, þú náttúrulega ert prestsonur, þannig að það hefur lítið verið farið til útlanda. Já, ég fór ekki til útlanda fyrir bara 19 ára og það var útskriftarferð. Fekk að fljóta með. Eins og þegar þú ferði í sól og svona, ertu ekki alltaf í ból fyrstu 3 dagana í lauginni? Nei, það var þannig, en akkurat núna ég myndi vilja hafa alveg í sko langt og tegjur á hérna alveg fremst. Nei, ég er þannig, ég fæ mig bara 20 drykki og svo brenn ég bara mjög vel fyrsta daginn og svo bara er ég góður sko, breytist í brunku og svo er ég með kettnis, brasilísk kettnis svona krem og ef ég set það á þá myndast litur sem er ágætur. Þetta er flott. Gunni, höndlar þú vel sól? Já, ég ger það. Já, og Marokko svona staðfesti það fyrir manni. Já, heldur betur, þú varst þar í síðan með mitt. Þú passa upp á skinnið. Já, það var svona skincare meira. Já, meira skincare. Hákon, komdu hérna inn. Getum við reynt að koma auka stól hérna fyrir? Já, Hákon er að koma með eitthvað veislu með sér. Já. Hákon er kemur hérna með lobsterinn, þetta er lobsterinn. Líð hérna inn eins og snjótillingur. Já. Þú var að koma, komdu hérna. Herðu, sestu bara í bollan. Við fjölgum hér mannskapnum. Jó, hann vill whisky. Ertu með whisky? Whisky sour. Hann vill whisky. Hákon, komdu hérna, Hákon. Eigum við að hérna, vilt þú opna? Má ég opna? Ég er svo gaman að þessu. Sko, ég verður til í að opna það. En Hákon, ef ég fæði það aðeins til að fara í mækin. Já. Mækurinn er hér, komið sæl. The Lobster Man. Vel opnað hérna. Kannski við förum aðeins, hver var sýning ásins? Stykki ásins, ásika. 2025. Já, hver var stykki ásins? Stykki ásins 2025. Það mun vera, þetta er góð spurning sko, því að almanaksárið er ekki yfirleitt það sem við förum eftir hérna sko. Nei, en ég er almanakskall. Já, ég er það nefnilega líka sko. Það við eigum það sameiginlegt. Almanaksmenninir sko. Eigum ekki að gefa Latta þetta? Sko, Latta sýningin? Já, eigum ekki að gefa Latta þetta? Já, er Latti ennþá? Já, Gunni byrjaði að Latta. Já. Gunni, sko, þetta er nefnilega, þarna er Gunni sammála. Hann segir ekkert, hann klappar og klappi segir meir en 1000 orð. Það er svolítið svoleiðis. Ég eftir að sjá hana en ég get ímyndað mér að hún sé alveg stórkostleg. Besti Latta-karakterinn
var í Imbakassanum og það var Stefán frá útistöðu og ég skaut hann í Imbakassanum Imbakassin var miklu betri en stöðin Imbakassin var legendary af því að þar varstu laus við Karl Ágúst og fegst latta í staðin ég tek þau skipti alla dag en við verðum að respekta Karl Ágúst fyrir daglegu og nýtt lífi þú vitnar nú reglulega í það bara Þráinn Bertilsson það the goat já það líka við verðum að gefa Karli og Eggerti eitthvað kredit hér 1-2 punch sem að til það Eggert Ólafs og Karl Ágúst eigum að segja Þráinn Karl og Eggert eigum að segja það Nýtt líf náttúrulega besta íslenska myndsögunar við þurfum ekki að fjölra þetta nei, við getum samið það já, ég heldur við getum samið það hver var leikari ársins á Íslandi fyrir utan sjálfa Hákon? Já, það góð spurning hver finnst þér góðu leikari? Hilmi Snær ég fengi bara heiður að leika með honum og hann eitt sá besti á landinu, það nú bara þannig Ingvari náttúrulega frábær hann á árinu á þessu ári ég var að beita auperinn að syngva sig já það Ingi maður sem beita það klestan það nú bara þannig hún var sænsk en eitthvað svona leikari sem alveg ömulega lélugur sem að bara þú eru leikið með bara sem að allir á Íslandi halda sig góður það eitt sko sem að nei Nei, það nú ekki við hæfið hér sko við tökum það off camera okay. En hvernig hatar það að leika á móti gæjum sem ekki faglærðir? Já, algjörlega ég þólaði ekki þeir hafa ekki lært kraftið sko ég myndi ef ég væri menntaður leikari og væri búin að eyða einhverjum pening í þetta og svo myndi einhverjum trúðar halda að þetta væri eitthvað bara þú veist það gengur ekki upp sko gengur ekki upp sko nú ég að leika á móti ykkur ég veit ekki til þess að sko I hate this sko nei það ég við ætlum að halda áfram og Hákon kemur hérna inn Hákon og Bóti, þeir eru báðir Liverpool-menn þannig að þeir koma hérna svona, miskátir hérna svo að segja það í hús en eigum að fá hvernig líst ykkur á hrun ársins? Já, mjög vel flott kategóri, glæsileg já hrun ársins ég held að við verðum að tilnefna Vókið því að Sólveig Anna einhvern veginn tók það og jarðaði það og í dag engin Vók nema kannski Viðreisn Þjóðkirkjan og Framsóknarflokkurinn það eina Vókið sem lifandi í dag annars þetta búið og náttúrulega Laugardalurinn og Laugardalurinn heitir hann mjög Vók liberal left það liberal left við erum með það Vók Lipparnir eru ennþá þar það nú gott að heyra 10 fréttnar á RÚV það hrundu í ár og margir sem sjá eftir þeim ég hef aldrei hort á þér því að ég var að mótmæla að það eru færðar frá 11 til 10 ég var 11 fréttamaður voru þær 11? Já, það voru alltaf klukkan 11 þar frétti ég að Magic Johnson málinu að hann væri komið eðinni varstu hvað varst? Já, ég var bara heima á mér á bumbunni það er reyndar lítil bumba á þeim tíma hann lifir heldur betur núna og aldrei verið ríkar og kátari og er vist ennþá jafn graður já, þeir gerðu náttúrulega í South Park sko, þáttum hann þar sem að sko lækningin átti að hafa verið að hann svaf alltaf með reiðufjöði við hliðina á sig svo fór hann til Afríku og sagði ég er búin að finna lækninguna við þið verður bara að sprauta eitthvað með reiðufjöðinu öllu reiðufjöðinu sem þið eigið sko. þetta eru South Park menninni sko. það eru góðir eru hjá og Magic Johnson ekki svolítið líkir hrun ársins tilnefndir Stephen Bunting er tilnefndur þar það kemur frá þér Hákon já ég meina það kemur svona eftir samtala milli okkar við skulum segja þetta við skulum kalla þetta samkomulag það samkomulag er náttúrulega bara því að við vorum að ræða það Stephen Bunting vann ekki einhver 13-14 kvöld í röð í Premier League og við vorum alveg saman um það ætti tilkalli í þennan flokk og rúmlega það hann gæti alveg unnið þennan flokk og hrun ársins ég veit nú ekki alveg hvernig þetta datt þarna inn en það er Keir Starmer ég veit ekki hvað, hann var ekki að hrynja úr einu Jó, hann er alveg búinn Two Tier Keir heyrðu ekki þið syngja á pílunni? Jó, þeir eru mikið að láta hann heyra á pílunni heldur betur hann er eiginlega að fá að heyra á hverju kvöldi á pílunni hann er ennþá eða ekki hann er prime-minister hann er ennþá hann er mjög ég var að hugsa hvort ég hefði mist af einhverju nei ég veit ekki hvernig þetta datt á þeim þetta er gott en hrun ársins er það ekki bara Vóki Póki eða Stephen Bunting, það er hann að hvort Vóki
Ég held svona að Vóki að lifi smá á vísi. Já, það lifir smávísi, það er rétt. Það er svona smá hjá vinum okkar á rúf. Það er svona milsnur á vísi, sko. Heldur betur. Það held ég, þannig að leiðilegt, en þetta kemur tilbaka, þetta mun allt saman koma tilbaka. Engar áhyggjur. Hákon, næsti liðurinn fyrir þig. Takk fyrir. Það er gjöldin. Gunni, aðeins að spýta upp í þessu Gunni minn. Já. Þetta er svo mikið lag, tilbreyði. En þetta er aðeinslegt, þetta er gott lag. Það er ég gjöld ásins. Til þeim eru kolefnisgjöldin. Jep. Laun og launatengd gjöld. Þekki þau. Útvarpsgjaldið. En það er svona, ég hef kallað Eurovision gjaldið heima á mér, það sem ég hef verið að borga fyrir að fá að horfa á Eurovision. Þannig ég veit ekki hvort ég geti borgað lengur. Og handdrukkara vextir á íbúðalánum. Já, kannski taka það fram hérna að kílómetragjaldið er á næsta ári, þannig að þessum er það ekki komið en við viljum fá það að sjálfsögðu sem fyrst. Við erum spenntir eftir því. Sko, Hjálmar, þú hrifinn af laun og launatengdum gjöld. Þú alltaf talað fyrir þig. Þetta er mikill aðdáðandi. Já, mín gjöld. Ég var mjög feginn þegar þau voru að setja á sínum tíma. Þú hringdir í mig ef hann gleymist aldrei. Maður hvar ég var. Ég gleymi aldrei að Hjálmar ég mig vinna á sínum tíma sem ljósamaður á sýningunum sínum þegar ég mætti með viðbóta dæmi. Það er 6% launahækkun. Það er borgaðið allir hjörnvel venn. Þannig að það var þannig að laun í raun og veru ætla ég að segja bestu gjöld á sem séu samt kolefnisgjöldin sem að sko það tóku heilt flugfélag niður. Já, tóku heilt flugfélag niður og það er hrikalega mikilvægt bara að við á Íslandi við erum að gera hrikalega góða hluti fyrir gjöðu og Kínverjar og Indverjar eru fullu líka í þessum umhverfismálum og bæði lönd að gera hrikalega vel og þess vegna er mjög mikilvægt að við séum líka með Kínverjunum í liði og séum að berjast fyrir umhverfið. Það er ekki bara mikilvægt, það er lífsnauðsynlegt. Ekki bara mikilvægt. Þetta er alveg rosalega flott. Og ég lagði til við Kristrúnu Frostadóttur þegar ég hitt hann á daginn hvort við ættum að hækka þetta. Já, það gerir það. Og hún tók vel í það. Já, hún nefnilega tekur vel í. Ég vil hækka þetta helming. Stíga fast í jarða þar. Sáuð myndir þess að kom inn á Kristrúnu í gær? Hún með nálægt vel í það. Og bara, wow, glæsileg. Já, þetta var svona selfie, þetta var svona eins og einhver nýkomin á laust. Þetta var bara Guðmundur Inga. Var þetta ekki svona þegar maður opna síman óvart einhvern veginn á front? Er þetta að fá þessa mynda? Ég sagði við konuna mínu, ég sagði, heyrðu, Kristrún Frosta, hún er glæsileg. Þetta var á Instagram. Já, hún er á Instagram. Þetta var á Instagram, en hún er ekki... Ekki er hún að detta á laust, er það málið? Nei. Fólk gerir þetta oft sem er að detta á laust. Það er stressaði þegar maður sér svona. Þetta er stressandi. Þetta er stressandi. Ég var í stressar, ég var í maður hennar núna. Nei, hún er glæsileg. Næsta mynd takk með okkur tveimur myndi ég segja. En hvað er hún að hlaða mörgum likes á þetta? Búlís. Hvað er mörgum likes á þetta? Þetta er auðvitað blötöl. Hún er komið meira heldur en hjartaáfallið mitt. Þetta eru blötöl. Hvað fekk það? 6.000 eitthvað like. Come on. Og 250.000 mann sem sáðu á Instagram. Ég fyrir yfir 100, þá er ég glaður. Það held ég... Alvöru tölur. Var einhver að láta hann að heyra þarna í kommentónum? Þetta er... Nei, var einhver spurning. Nei, ég vona ekki. Stórglæsileg maður. Hún var stórglæsileg. Þetta er flott. Jæja. Nei. Ég var að sjá, ég herði það ennum að sjá 6.795 og 6.000 af þessu eru konur. Já, og stórn upp sem kalluðu kveðjur. Þannig ertu með, þannig ertu strappar upp í alls konar víra og strengi. Já. Ertu ekki að pæla því? Maður er svolítið komin yfir þetta núna. En væri til á nýju ári að við munum gleyma þessu sem þjóð og halda áfram? Ég segi það. Það ekki? Já. Og bolli er þarna. Og þú ert miklu meira heldur en þetta hjartaáfall? Já, ég er meira það. Ég er ekki bara hjartaáfalli. Nei, ég kynst því. Ég gleymi aldrei þegar ég sá þú út að leika með börnin. Ég bara, ég gleymi alltaf þessu aspektu. Hann er pappi. Og er góður í því. Já. Það er gaman þessu. Við skulum fara varlega og því að hausinn á Bunting er búin að vera allir palli allt ár. Já. Hann er ekki búin að vara ekkert á Premier League. Nei. Hann var hausinn ekki.
það þá sama á Hausun og Sala búin að vera á Afrikumótinu? Já. Það gengur ágætlega. Og það gengur, þeir eru fyrsta leik. Þeir eru ekki að spila einmitt núna held ég, Egyptanir. Leikunum byrjaði kl. 3, Egypt til Suður Afrika. Við förum kannski í það síðar. Við förum yfir úrslit og táknin í afríska boltanum hérna rétt á eftir. Táknin, já. Já, hann er búin að skora. Hann er búin að skora? Já, það er 1-0 á móti Suður Afríku. Það er sjokkari. Já, það eru mínir menn Suður Afríka. Já. Við slum hins vegar fá lagið góða hér á flegiferð. Við ætlum að fara í hörmungar ársins. Til enn sem hörmung ársins Víkingar í Reykjavík, Íslandsmeistararnir, seldu áfengi á viðburðum sem að börn höfðu aðgengi að. Ógeðslegt í raun. Algjör hryllingur þar. Maður hlæðir ekki að svoleiðis, sko. Nei, við slum ekki hlæja að slíku. Hörmung ársins, við mistum flugfélag. Og súpum seiðið af því. Það tók að mér líklega bestu ferð sögunar en meira það síðar. Meirum það síðar, segir Gunnar Birgisson. Strákar, ég ætla líka bara að leyfa ykkur núna. Kannski viljið þið chip in með eitthvað hörmungar í ár, kannski eitthvað hörmulegt, eitthvað sem stendur upp í ykkur og endilega viljið fá tjattið með okkur. Hörmung að sjá hann Guðna T.H. vera komin á spennan aftur í Ríkinu. Já, Guðni T.H. er mættur á spennan. Ég er búin að vera í ykkur 8 ár og svo ég held hann áfram. Já, hann náttúrulega með laun út árið, út æfina. Og bætti á sig öðru launum. Já, hann ákvað að cancela þessu fórsetakiki sinni eins fljótt á hann gata því hann vissi að hann væri með díl út æfina. Já. Það er svona dílakall. Virts, hörmung ársins. Já, við skulum bara Liverpool-lið, bara hvernig komið, svona, eru búin að vera að spila. Ég held kannski að það sé eina hörmungum ársins. Það eru fleira hörmungar. Og líka það að Arne Slott vinnur titilinn og er í Ibiza og er með svona kampavinstelpur allt í kringu sig áður en tímabilið er búið og þegar maður lítið tilbaka og kampavinstelpunum voru búin að mynda nafnið hans með blöðrum þegar maður lítið tilbaka þá var það kannski aðeins svo mikið. Og mikið að blikum talum viðtölun við Dóra Átna þjálfaran sem að einhvern veginn kveikti í svona stuðningi hans í Kópavoginum. Jón Skarp með góðum punkt þegar Gunni sagði að Búlgari hefði verið partur á Sovjetríkjunum. Það var náttúrulega, ég var í flugvél, ég var að hlusta á þetta, ég var búin að gera sér Twitter allt svo eitt í út. Og ég gæti ekki verið reiðari við þið heldur en þú var sjálfur reiður við sjálfa. Svo er náttúrulega stutt síðan að kameramenn síns slögt í stjörnulesunum og barði í borðið. Þó þessi stutt síðan, þá var það á þessu ári, svoleiðis að það var hörmulegt að horfa á. Það var, sko þegar hann fór að kýla borðið þarna og var allur blóður og skar sig. Þetta var starf. Sko eini maður sem þekki sem gæti orðið svona reiður er hérna hliðina. Það er maður sem gæti bara séð fyrir mig gera svona. Missa sig. Gunni, það voru einn daginn munum fara á þetta borð hérna. Gunni, hefur þú slögt í stjörnulösi með berum höndum? Nei, með krumlónum. Nei, ég hef ekki gert það. Ég broti hurð og sjónvörp. En sko, hefur þú skýrt á sjónvarpingunni? Nei, ég kastaði festeringu í sjónvarp 2006 í Champions League Final. En við erum aðtöðu það mennsins notaði píluhöndina í verknæði. Hann notaði atvinnutæki sem er rauninni digð. Ég var að tala við Alexander Veigar af því að hann er alltaf að reyna að fá mig í píluna með sér þannig að við séum mig í útskótunum þá er ég hérna bara ef ég kemst í finish þá er leik lokið tvílega leik en hafið sé, sko, þessi hérna hreyfing hún er svo erfið og þú gerir þetta kannski 1.000.000 sinnum svona þeir sem eru góðir í pílkosti eru margir hverju komnum með eitthvað svona gikt sem veldur að þeir geti ekki opnað puttan, eða svona, þess gert þessi hérna reyngu þannig að Súlja, að Mensúr ítir sér svona áfram og gerir svona nuttar og einhvern veginn heldur sér það er eina leiðin til að hann geti releasað þeir getur bara hreinlega ekki releasað svona lengur út af einhvers svona gikt Michael Smith er gott dæmi með þetta líka, hann fekk gikt og þess vegna dalaði hann mjög mikið, hann var alltaf heimsmeistari hérna fyrir 3-4 árum eða eitthvað svona. Hvað hét aftur á óvinnurinn hans Phil the Power Taylor frá Stoke-on-Trent sem að vann heimsmeistaramótið hérna á sínu, var kallaði The Jackpot. Já, þetta er á sínu tíma. Nei, hann er bara ungu strákur sko. Jackpot, darts. Hvað heitir hann aftur? Adrian Lewis. Já, Adrian Lewis, já. Gordon Price áttu líka margar remmurnar. Já.
En þannig að menn að gera eitthvað svona bara til að geta releasað. Svo var Bobby George sem var Bobby George sem var í hann var flottustu pílutreið sem upp hefur verið. Hún var gilt gullituð og hann var með gat hjá gerustunni og hann náði 180, frækt vídeónum, hann náði 180 og svo opnar hann gatið með franskur rennulás, og spennir brjóstuðana, ding, 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 og lætur gerustuna skoppa þegar gatið opið, eftir hann búin að ná 180, Bobby George. Wow. Þetta hann. Já, þetta hann sjáðu keðjuna. Sjáðu blingið á honum allt, wow. Já, svona eiga alvöru píluspilar að vera. Já, þetta, og sjáðu, hann með svona 15 úr á höndinni. Þetta geðvitt. En Hákon, útskýrðu eitt fyrir mér. Nú Ali Palli, þetta búið að vera skemmtilegt mót og allt það, en það allir svo tilfinningaríkir og það allir svona svolítið næmir. Já, allir svona miklu tengslu við tilfinningar. Ég læt það vera. Ég held að það eitthvað nýtt sem ég skil ekki alveg, en sjóið gott og mótið þetta búið mikið uppsets, kannski tengist að því. Menn eru tilfinningar næmir af því að það mikið uppsets, það eru stóri spilarar, margir hverjir dottnir út. En þetta mjög skemmtilegt mót. Það verður að segjast. Sko, Gunni, af því að svona þú tilfinningaverðin í hópnum. Af því að, við slum kannski að horfa aðeins frá Diogo Jota, því ég held að það sé allir svona af þekktu fólki sem kvatt okkur í ár. Þá það auðvitað svona á sérstöngum stað. Leikmaður sem horfðum hverja helgi á. En svona var eitthvað þekktur árinu 2005 sem að féll, sem að þú munt sakna sérstaklega, sem þú myndist sérstaklega í ár. Ég ætla að segja kannski fyrir mig, manni bassarleikarinn í Stone Roses. Já. Hann kvatt okkur. Það var svolítið stórt. Já, þú veist, ef þið farið til Manchester þá soundið Manchester Stone Roses, það ekki Oasis. Nei. Ég ætla að fá að segja líka Ricky Hatton. Já, maður átti nú andvöku nætur með Ricky Hatton, þetta bara strákur á mínum aldri. Já. Ég meina, Chris Rea náttúrulega hvað okkur í jólatíðinni. Það var ekki verið að koma með það. Nei. Too soon, Gunni. Það var svolítið aðstæðið. Já, þetta var svolítið túsún, sko. En við erum ekki með túsún brandar hér. Sér hvað hún að gera núna. En Hjörvar ætlar að bregða sér frá augnablik. Þetta var svolítið mikið. Búlis. Það allt í lagi. En ég get kannski talað Rob Reiner á meðan. Það var á mánudaginn á meðan Hjörvar bregður sér frá. Hjörvar að jafna sig, þá tala ég Rob Reiner. Það var nú líka hörmung. Rob Reiner. Hulk Hogan. Hulk Hogan vel gert. Hulk Hogan var í ár. Ég var einn mesti Hulk Hogan maður landsins á sínum tíma. Það veit kannski ekki margir, en ég nú einn harrasti Gene Hackman maður þjóðunar. Gene Hackman. French Connection voru mína myndir. French Connection. En var eitthvað svona Ozzy Osbourne náttúrulega fór. Ozzy Osbourne. Allt og margir góður. Þetta risa árið. Allt og margir góður. Val Kilmer, besti Batmanin. Hann hvati. Já. Ég veit ekki akkur mennir að spyrja mikið á chatinu með mig og mína Grettu. Já. Mér finnst þetta svolítið leiðilegt. Já, hætti þessu. En náttúrulega Pope Francis. Já. Það var reyndar, maður átti erut. Já, eins og hún Halla sagði Pope Francis. Hún svo international, hún gat ekki sagt bara Francis Pope. Nei, bara Pope Francis. Sem ég fannst mjög flott. Já, mér finnst ógeðslega góð. Og líka, ég tók ár í FH á sínum tíma, 27 ára gamall, og það var ekkert eitthvað besti tími í lífsmis. Svo þegar hún kemur fram á sjónasvið, hafði klárað FH, það var rosalega valdefling fyrir mig og okkur strákara sem höfðu verið svona klárað seinna mér. Já, að fossetin komi úr Fjölbraut Ármúla. Það var svolítið stórt. Gárungarnir kallaði hann að skóla Harvard til að gera lítur ykkar menntun. Sem var alveg umulegt. Sem algjörlega, ég var aldrei ég reyndi að kláraði ekki, en það var bara... Vá, kláraði ekki? Ó, ég bjóstu þau að klára. Hákon, í alvörunni, kláraði ekki. Það er tíðindi. You've been the hell knocked out. Hvað varst þú í Lærða Reykjavík? Nei, ég er bara MH og Já. Þannig að það var ekki merkilegri menntun en það? Já, ég meina nei, já og nei, hefur að segja, já, merkilegri, nei, hún var ekki merkilegri en það. Er ég svo einnig með vestarapróf henni? Já, þú kláraði ekki vestarapróf? Jú, ég kláraði vistarapróf. Nei, það er ekki sér. Það er ekki séns. Þú ert ekki stúdent það? Ég er stúdent. Ekki réttum tíma? Ég er alumni. Aldrei stúdent þaðan? Víst. 2014? Áreftu fættur? Ég fættur 94. Já, þá áttu að vera stúdent 2014? Já, ég var 2015 alumni.
hvað félstu? Nei, ég var árið eftir. Árið eftir. Við skulum ekki ljúga. Það getur nú allir klárað þetta. Það getur nú allir klárað þetta 21. Við skulum ekki ljúga hér. Það má ekki ljúga í þættinum. Varstu aldrei á Sögukróki? Þú Svíþjóð líka. Fluttu Siglufjörður. Það er alltaf að minka tíminn. Maður fær aldrei að kynna svona. Nei, vargurinn. En er þetta ekki heiðalegt program? Við ljúgum ekki hér. Ég hef ekki klárað Vestló. Þá eru falla og seint. Það telur ekki. Þegar þú átt útskriftastjórnur á 14. Það telur ekki að þú tekur hann seint. Það félst eitthvað. Nei, ég byrjaði bara árið senna. Já, við skoðum þetta. Við sendum þetta í var og það verður eftir sérstakur var þáttur. Michael Owen mætir hérna. Þú ætlum við live á Instagram. Segðu þú eitthvað hjá mér? Já, ég er svo hissa hvað er mikið að koma í ljós með þig. Hver var 3 bestu skólanir sem þú, framhaldsskólanir sem þú veist í? Veldu fyrir á. Já, ég fór fyrst í MS, Fjallar. Eins og kalli. Og var þá ákveð að fara í Fjölbraut í Breiðholti, Fjallar. Þá fór ég FG á sama tíma. Þannig ég var 2 framhaldsskólum. Þetta er ekkert ólíkt, við erum á þekki. Áttu 3 undir beltum líka? Nei, 2. Já, ég á 3. Þú var sko FG. Ég MS, og fór íþróttabrauta FG. Og svo var FA og Setabæri. Ég fór að vinna með Sindra Jens í 17 millitíðinni. En hvar kunnur þú best við þig? Ég kunni best við mig í 17? Nei, ég kunni best við mig í FG. Þar voru white boys út allt og ég er það líka. Já, þannig að þú er átt skemmtilegan tíma þar. Varstu bara í MH, Håkon? Ég var bara í MH, ég bara byrjaði á kláraði. Hvað er talað í frímínútum í MH? Er bara eitthvað Hamlet eða eitthvað? Já, það er talað Hamlet og hérna... Það er talað, já, og bara gamlar bækur og svona. Töluðu stelpur? Já, talaðu stelpur? Nei. En þú misti sveindóminn í MH? Já, nei, hérna... Jú, nei, en það er svo langt síðan. Við erum að tala 2005 í þessum þætti, við erum ekki að tala 2000 og hvað sem það var. Við slum fara í leik ársins. Leikur ársins 2025. Já, þó hann hafi tapast þá allir samt á hann að þenni. Því hann var svo skemmtilegur. Ísland-Úkraína. Wow. Leikur sem hafði allt nema íslenskan sigur. Inter, Barcelona, einvíð allt. Remontada í Manchester páska. Og vestri Valur, landsbyggðin 1. Valur og ríkisstjórnin 0. Þetta er sterkur flokkur. Já. Mjög. Leikur ársins 2025. Remontada í Manchester í páskum. Staðan Fylgdi því titill? Staðan var 2-4 og ég var bara hérna shit, á ég að fara út. Nei, ég er hérna með kemur 3-4, þá var ég eitthvað 3-4, geta að fara í vítu 4-4 og ég bara, nei shit, þetta er á leiðin í vítu, hvað er í gangi? Fyrirgjöf, Harry Maguire, glancing header og ég get viðurkennt það og svona 5 minútur fagnaði maður svo bara strimdi það var bara alveg bara og maður var hérna og þú veist nú er Ryan Sherky besti leikmaðurinn í Premier League nú er náttúrulega Lucas Perry markmaður sem fekk þessi 5 mörk á sig að halda Leeds uppi og maður var bara maður fatt ekki hvað þetta var gott lið líka þannig að þetta var algjörlega ótrúlegt og hann var seldur síðan til Saudi og Arsenal Real Madrid hefði nú mátt vera aðinni hvaða leikur var það? Arsenal Hvernig fór hann? Þegar Declan Rice settu aukaspyrnurnar á Emirates Hvaða leikur? Já, í 16 lústunum Það er rosalegt. Það var hörkuleikur. Koma á honum inn. Það var heldur betur hörkuleikur. Það var þetta góður, ég veit ekki. Það var hörkuleikur. Það er strákar hérna lag ársins. Má ég fá tjattið aðeins með mér í lag ársins? Mér fannst þetta alveg hræðilegt tónlistarár. Af því að það var ekkert lag eins og galið gott að elska í ár. Nei. Af því að munið því í lagi. Galið gott að ekki hata allar frá Venezuela. Það er gleym. Munum, það er geðvikt lag. Galið gott að elska aftur. Já. Þessi magnaði kraft. Eurovision hjálpaði að búa sér til nafn og hann tók það síðan niður. Mér náttúrulega sko Býttu nú við, hvaða lag ársins? Það verður gaman að heyra. Allt svo easy við Hvert er lag ársins maður svo tjattið? Já.
En Gunni, við vorum saman Ophelia Komið 10 ár við erum uppi. Og svo er náttúrulega Róa. Já. Róa. Stórt ár hjá Magnús og Valdimars líka, ef að tjatti vil koma með einhver lög eftir hann. Já, það eru nokkuð góð. Svo er náttúrulega, með ekki gleyma að Birnir gaf út plötu sem var algjörlega outstanding. Já. New Day Will Rise, annarsætti. Endurkom Many Men er mjög gott, sko. Ég var að hlusta á þetta sem úlíkur. Many Men. Það er nokkuð góð þarna. I swear. Já, I swear lagið, já, það er svo er eitt, sko, maður heyrði alltaf Minimenn þegar maður var krakki. Maður vissi ekki betur. Nei. Þannig að maður heyrði Minimenn. Varst þú krakki? Litlir menn. Já, helstu þetta væri Bolli og naflina eldaði. Já, eða sko, það var svolítið þannig, sko. Maður var búin að horfa mikið á Austin Powers og svona, Mini og svona, sko. Já. Sumarið með Úlfur gátt frábæra plötu á árunni. Sumarið Herðu, hér er eitt jólatrið í stjörnunni. Þetta er alveg Birta Rós segir jólatrið í stjörnunni. Hvað lagði það? Það er Magnús Valdimars. Það er frábært. Vitt upp, jólalag, nýtt jólalag, íslenskt. Dogsson þema. Já, takk. Það vakti upp marga tilfinningar þegar það kom í fyrsta skipti upp á skjáðinu maður. Svo mikið af K-popinu náttúrulega. Golden. Já, Let It All Work Out er svona gáðan. Veistu hvað, mér finnst Ice Guys for Life ógeðslega gott. Ice Guys for Life. Allar þessar minningar. Þetta er bara svona geðveikt feel-good lag meðan maður að keyra í trafíkinni. Þjóðartaugarlagi á blöð. Já, það lendi. Herðu, djúvel var það gott. Það vakti líka. Nú verður að taka Ísraelsleið. New Day Will Rise. Já, Ísraelsmenn með enn eitt frábæra lagið í Eurovision. Herðu, shoutout á Chris Eikoks, hann kom með lag á árinu sem var heldur gott. Já, YMCA, gott sjátt líka. Það er svona ágætt sjátt. Hver er svo besti með blöð? Er það ekki þema ásins? Mér fannst reyndar í vinsældum. Já, gott lagi hérna aðeins lengur. Mér finnst það geðveikt. Ég gleymi aldrei að pabbi kom til minn og segir, Bolli, ertu búin að heyra lagið þannig hver er svo besti? Já, ég er búin að heyra. Hann sagði, sko, hvað er þetta? Er þetta grín eða er þetta alvöru? Ég sagði, þetta er svona begge blands. Það veit það ekki alveg. En prestar landsins sátt. Auðun Blöndal kennir líka þjóðkirkjunu upp, það er aldrei meiri mæting. Nei, það er rétt. En það er gott. Hver er svo besti? Er það ekki lag ásins? Herðu, við erum að gleyma Ella Eils. Já, 24. Það er 24. Sorry. Þú byrjar að hlusta á 25. Við vorum byrjar að hlusta á það. Það eru mörg góð lög. Það eru mörg góð lög, en þetta veirðist að vera algjört hörmungar á tónlist. Já, þetta var ekkert gerast. Swifties þarna með mér. Ophelia. Swifties, er minni testi í einhver en að vera kallmaðurskall Swiftie? Nei. Líklega ekki. Það er ríkarlegt, sko. Þurfum við ekki að fara að setja á því gilið núna? Það er ekki bara að bera á því smá gilið. Ef að taka Festa gilið hérna. Heilbera á hann. Sjómann hérna frammi. Það er til. Nicki Minaj er heldur betur að koma tilbaka. Hún er geggjuð. Hún hefur alltaf heillað. Nicki Minaj. Var Dua Lipa ekki með neitt? Dua Lipa, ég hlýtur að vera. Herðu, Yngvi Eysters. Muni eftir Yngvi Eysters. Hann algjörlega elskar Dua Lipa. Hann sagði með það dag. Dua Lipa frábær, sko. Hún kom með Stara með húpa. Eithor Wöller diss track. Þeir áttu líka, Húpa Búpa áttu líka með, hvað heit lagið með Guggusar? Aldrei til, eða ekki? Þetta ekki það? Aldrei til. Aldrei verið. Þú varst aldrei til í rauninni. Það er þetta gott lag. Sko, stundum getur lag ásins verið gamalt lag. Já, þetta þarf ekki að vera lag sem var gert á þessu ári. Eins og Minimenn, eins og ég kalla það. Many Men. En svo er það náttúrulega Driving Home for Christmas. Já, Driving Home. Sem þú náttúrulega kemur aftur. En við skulum ekki fara aftur í það. Nei, sorry. HM-lagið með Robbie Williams og Nicole Scherzinger var náttúrulega stórkvæslegt. Sko líka annarlega sem að getur YMCA, það var á Trump Kennedy Center. YMCA er alveg kandidati hennar, sko. Heldur betur. Og dansinn með og allt þetta. Já, Blake Range Rover var svakalett. Og LXS. Blake Range líka. Er það minnst að reynda gott? En er það overs eða? Já, það var gæður. Þetta overs eða. Já, þetta er overs eða. Ok, þannig að Superman, St. Pete. Ég er ekki lag ásins, bara ég ætla að fá Bullismenn. Bullis, hvað var lag ásins? Ungir.
Alltaf ísi fyrir uppi. Joey. 10 ár fyrir Kræstarinn. Ég sammála þessu. Sammála því. Sett fyrir uppi. Sko, ég var að sjá bara miðalda konur í einhverjum barnafríum að setja þetta inn sko. Ég er uppi. Svo þið fáða headphone-in Hákon. Many men wish death upon me, but in my eyes, darling, I can see. I'm trying to be with them. Þetta náttúrulega alltaf lag ásins. Á 50 Cent, alltaf eftir harður og núna komin í heimildamyndabransan. Það er nóg að gera í honum. Og eftir þetta kemur út sko. Svo er 50 Cent, hann er rosa skotinn í Helen Mirren. Já. Ef þið hafið lesið það. Hann hefur lýst yfir ástin og Helen Mirren í gegnum árin. Ekki. En hún hefur ekki gefið honum samangaum. Hún er ekki endurgoldin. Enda er hún gift kona. En þeir getur flettis upp og fleiri sem eru að horfa 50 Cent Helen Mirren, þetta er ekki grín. Hann hefur hann hefur játa ást sinni yfir henni oft á morgunsunum. En þetta er skemmtileg staðir. Er það ekki eitthvað undir áhrifum Brazzers TV eða eitthvað sluss? Hvað sér, undir áhrifum Brazzers eða eitthvað sluss? Já, kannski er þetta undir áhrifum Brazzers. Það getur vel verið. Já, það getur verið að því að Birkir, hann er áskrifandi. Já. Það er að hann er bara, ef þú færð bara nótthættanafn og leikilur þá ertu bara með aðgangaðu söllu. Wow. En Brazzers er vinsæll, þannig að það getur vel verið, það sé rétt, sko. Já, þetta er bara svo. Heyriði drengir, þá erum við búin að gera upp árið 2025, fyrir mun stærra ár. Svona, af því að við vorum alltaf að vinna með bara svona okkar, eða svona sameiginlegt. Hvað ábending var þetta sem kom að tíðin? Þú er eitthvað að spara, og ertu að fara að setja eitthvað í sparnað? Á öðrum degi í jóla? Nei, ég spara ekki öðrum degi í jóla. Hjálmar, þinn maður ásins 2025? Minn maður ásins 2025. Já, það margir sem komið til greina. Og margir sem kannski hefðu átt að vinna þetta en frekar en aðrir. En á þessu sinni var það Ange Postecoglou. Já. Þið tekur hann titil fyrir Tottenham Hotspur. Já. Eftir langa bið og þannig að Guð blessa hann. Guð blessi hann. Bolli. Hvað segir þú? Hver er maður ásins? Þú mátt fara út fyrir fótbolta, þú mátt fyrir allstað. Má ég vera svolítið einlægur? Já, farðu bara beint í bækin. Já. Það er bara út að ég kynnist þessum manni ríkulega mikið vel á árinu. Ég þekkti hann alltaf lauslega, svo ég kynnst hann vel og einhvern veginn, já, deilt með honum sviðinu og fengið að sjá vonda tíma og góða tíma og upprísu. Og nú er náttúrulega jól, hátíð ljós og friðar og það er tími upprisunar, það er reyndar páskar, en það er eins og það er, en þið vitið hvað ég meina. Og það er Hjálmar Örn Jóhannsson, góðu vinur og ég held í alvörinni, að það sé bara maður ásins. Já, hann er vel að þessu komið. Ég þakka kærlega. Ég er sko 6-7. Ok. Hákon, hver er svona, þú ferð væntanlega beint í leiklistina hvert ferðu? Já, það má kannski segja það, kannski ekki með hefðbundum hætti hér, en ég veit nú að þessi maður sem ég ætla að útnefna fyrir sjálfa mig kemur líka frá einlegum staði, rétt eins og hjá Bolla, en þetta er maður sem ég veit að þetta er maður sem er farin að taka hlutverk af mér. Þetta er maður sem meðal annars var að leika í áramótasköpunni í ár og hefur bara átt frábært ár og ég verð bara að taka naflan hérna inn í umræðuna. Hann fyrir mér er maður þessa ás. Þetta var ár naflans. Ert þú í áramótasköpunni í ár? Nei, en naflin er það. Hann stal hlutverkin á mér. Nei, ég segi svona, en það var ekki þannig, en sko, naflin er búin að eiga stórkostlega ár. Þetta er rosalegt ár hérna. Það er búin rosalegt ár. Og ég segi það alveg hreint út. En má ég kannski segja þetta með að nafnlis í áramótasköpunni, þetta var svona hernaða leyndamál og það hefur verið að reyna að tala ekki það. En málið er, það er alltaf leyndamál. En þú veist, burtið við því, það er öllu saman. Það er öllu saman. En þú voru átt á því einu hérna Hákon að úrslitakeppnin í körfubolta er að verða eitthvað monster. Og hún var alltaf frábær. Svo kemur naflinn og hendur þessu einhvern annan stað
en við höfum fangið að sjá áður. Hárrétt. En hann samt komin á þannig stað að það fullt að liða fyrir að hata hann. Sérstaklega aðrir í söma geira fokkin hata hann. Þess vegna gekk hann Manchesterborgina með lagið Many Men undir. Nákvæmlega. Sá ekki á með háísinn fyrir aftan sig Many Men wish death upon me. Já, einmitt. Og þetta ekki líka, sko, ég held þetta var inngöngulega Alexander Svegas hérna í úrvalsdeildinni í pílukasti líka. Þannig að, og það á líka vel við. En það eru allir einhvern veginn núna með fullt að liði sem vilja að drepa á. Já, ég veit. Þú ert með náttúrulega hálft þjóðleikhúsið sem vil drepa þig. Hálft ef ekki allt. Eftir hans bækstúku. Já. Þetta er lag margra manna, sko. Partur að það stækka. Many Men er lag margra manna, það er nú bara þannig, sko. Já, sko, Gunni, þú vaktir athygli fyrir að þau eru valdið Johnny Sins mann ásins. Hver er maður ásins hjá þér í ár? Ég ætla kannski að fara svolítið óhefbundna leið og þetta hefur kannski verið svona hans ár svolítið Er það Johnny aftur? Það er Johnny Sins. Að það er svona leiða, náttúrulega hefur alltaf leitt áfram með góðu fordæmi og svona kannski sérstaklega svona þessi tími ársins. Jólin. Ég ætla að venda kvæðið minni í kross og velja Jesú Krist. Mann ársins. Ef það er í lagi ykkar vegna. Já, það er í góðu vegna. Það er rétt. Það er sá sem neita að taka við mér líka. Já, hann sagði ekki strax. Hann sagði ekki, ég er ekki klár í þennan alveg strax. Það er nóg á minni könnu núna. En Hjálmar, hann er stóna staði í þínu hjarta líka. Ég held að ég verði að velja, svona ef ég er frá hjartanum, Guðmund Inga Kristjánsson. Þegar þú veist, sko, á þessum tími fyrra er líklega, sko núna, er líklega að ég verið seðlabankastjóri í næsta mánuði heldur hann Guðmundur Ingi er þið menntamálaráðherra á þessum sama tími fyrra en hann endar einhvern veginn hann er að vaksa ótrúlega skemmtilegi starfi tekur hann einhvern vin Gunnar Birgis og rekur hann fyrir að rífast við Ingu Sæl sem er alfa move sýnir að hann er til í átök, hann er ekki átakafælir, hann er ekki eins og Bolli sem lýsir góður stjórn hann er góður stjórnandi sem þorir að taka erfiðar ákvarðanir og þetta verður frasi I'm very good morning, ég er alveg samfæðan hann bjóð til frasi sem verður til í mörg ár það er virkilega vel gert er eitthvað eitt frasi sem elskuðu meirinn annan í ár var eitthvað sem var til 6-7 sko, það er svona frasi sko ég sé eitthvað þetta steikt það kom mjög steikt sko svo náttúrulega við ætlum bara svo aðeins að venda hverjum krossa aftur sko þar sko því við tókum ekki auglýsingu ársins en ég vil útnefna auglýsingu ársins sem er auglýsingar steipustöðurinnar með þér og Ólaf Ásgeirssyni sem hafa komið alveg stórt Herðu, sjátt á það má ekki segja frá því Hjörvar Dog Zone 14:40 á laugardaginn 14:40 á morgun árið Hjá.net líka laugardagur á morgun jú, Hjá.net á morgun það verður Ólafur Ásgeirsson verður þar hann ætlar að vera hér með okkur þar hann Óli með mér og Gunnari Birgissyni og Hjálmari Erni og hann ætlar að horfa á Liverpool-leikinn fyrir okkur það er Gunni, frasi ásins sem að þú ert nú maður svona frasakall sko þegar að Kili sagði hérna beri hlýjan kala til einhvers hlýjan kala ég verð að segja það fólk veit aldrei hvað ég meina hvort ég þóla einhvern ekki eða eitthvað svo það er margt sem hefur verið stórkostlegt sem er komið í dótturfútból en að bera hlýjan kala það er eiginlega besta bera hlýjan kala, ég heyrði það svo er það var svona ein setning sem maður á nú eiginlega ekki að vera að grínast með þetta Jú, hvað? Þetta var náttúrulega ég er ekki náttúrulega að gera grínast að aðstæðunum en það var lögreglumaður sem að sagði við ákveðin mann don't put your dick in crazy það var eina setningum ársins don't put your dick in crazy það var svona hálf surrealísk setning sko það er frasi það er ákveðin frasi það er líka bara rétt það er svona frasi vel gert Hjálmar Þetta var örgulega ekki fyrstu skipti sem að sagði þetta ég er í jólabúði akkurat þessa stundina þú ert náttúrulega á þessum aldri að enski bolti hafa náttúrulega byrjað að sína frá honum á öðrum degi í jóla fyrir 1996 þegar að boltin var loks tekinn á RÚV þannig að þú ert alveg upp bara við jólabúði í öðrum degi í jóla og heldur í þær hefðir hvað ert þú með fyrir mig sem frasi ásins þú ert nú mikill frasakall ég heyrði svolítið gott ef enginn er eins þá er enginn venjulegur það er frasi er það ekki meira málsáttur eða hvað? Ég myndi halda mér finnst þetta svolítið gott já, mér finnst það gott líka ef enginn er eins þá er enginn venjulegur
Já. Ég heyrði þetta bara. Mér finnst þetta svona... Mér finnst þetta meira svo gáta. Hvaða frasa verða aðalmáli 2026? 2026. Förum við aftur í heilsubæli þá? Oj. Já, það ekki? Höfum við ekki En byrju, hérna, var það meðskilum kjörnum? Vorum við með, rétti tímun og ekki rétti tímun? Vorum við með TikTok ársins líka? Var það eitthvað sem við ætlum að skoða? Nei, það er ekki nú. Það er samt reyfið því. En varst þú með eitthvað TikTok ársins? Já. Hvað var það? Ég get ekki... Á ég að lýsa myndbandinu? Ég get ekki lýst myndbandinu. Björgvin, takk Björgvin, þetta var klókt hjá hjammanum. Takk Björgvin. Þetta er klókt, þetta innan frá þetta er klókt. Má ég það? Sá klóki. Það er margir frasar sem þetta þar, sá klóki. Sá naski. Svo náttúrulega farðu bænum, ég hitti frænda mér mjólinn og hann sagði að ég var að segja eitthvað rugl og hann sagði, Bolli, farðu bænum. Ég reyndar þetta svolítið, ef að ræða það eitthvað. Ég held að cream pie verði stórt 2006. Ef þú treður í andlitið á þetta, ég tróði í andlitið á Gunnar Birgis, þá voru allir bara cream pie. Svo fæðingartíðin að lækka, þannig að cream pie verður vel við hæfi. Þannig að við þurfum að auka fæðingartíðinni hérna á Íslandi, þannig að cream pie er vel við hæfi. Þannig að rétt áður og hendur í cream pie að garga hátt. Cream pie! Sjáu bollan. Ég var svo glaður alltaf, ég er rauðþarur og við erum bæði fljótur að hlaupa og ótrúlega lengi að fá það, að þegar ég svo fæða það, svo gaman. Það er cream pie. Það er cream pie. Það var stórt líka orðinu. Já, Hoktúa, mennur hendi í þessu auðvitað allt saman. En við förum að kalla þetta gott. Þetta var skinkan 2025. Við fengum stjörnuljós til að velja, til að afhenda pappapakkan. Sérstaklega pakki sem ég bjóð til. Pappapakkin. Já. Herru, gerðu eitt fyrir mig. Já. Bara til að pyrra alla leikaravinniðina, keypti eitthvað allt og mikið af flugvöldum í ár og verði að sprengja off hours. En mér finnst þetta frábær pæling. Já. Af því við eigum að nýta þetta. Já. Þetta er auðlind sem er vannýtt. Já. Það er bara þannig og þetta er alveg rétt athugað. Já. En getur þú sagt mér eitthvað frá þessari vöru sem er hérna á borðinu? Þetta er bara tertan mín. Þetta er tertan þín. Þetta er tertan að sjörfa. 60 seconds stendur hérna framan á. Já, þetta er bara... Mínúta geðveiki. En hérna, þess að ég sprengja svona 4. janúar. Já. Rétt fyrir klúan 11. Já. Inn á milli húsa. 22.59 verður þessi sett í gang. Já. Ég varði ekkit flugveldakatt fyrir en að ég fór á Facebook. Þá sá ég að Mikael ógeðislega liðið hataði hérna flugvelda. Þá varði ég alveg galir hann flugveldakatt. Var ekkert rosalega mikið fram að því. Núna langar mig í tífólífmópuna. Kemur svona blikk og svo bara... Ég getur þetta því. Yes! Það er gott. Nú þakkum við fyrir okkur. Við... Getur GB að tekið köttin? Getur þú tekið köttin? Ekki, í restinni. Hvað sér það? Þetta var rosa. Alvöru köttur þarna hjá mínum manni og fyrir það sem vilja heyra meira í Gunna þá verður hann með Sigga Sörens í sandkassanum það sem það eru ræða á pólitíkinu og þar verður farið við málun á mannamáli. Já, það verður loksins pólitíkin á mannamáli. Þetta var kötturinn. Fínis. Má ég heyra köttin? Minn? Já. Það var að gefa í hann. Minn er svo rólegur. Já, þinn, Hjálmar, má ég heyra köttin? Hvað er þetta, Formule 1 bíl? En byrju, hvernig er bolla köttur? Það er bara svona... Það er svona... Það er að vera með hann. Þetta er það. Ok, við erum að fá allan að lof fyrir minn kött. Það er allan að tjattið var allan sátt við hann þó að ég fengið kannski ekki fangið það sem ég vildi ekki hérna. Ég sé ykkur all á morgun í Dogsson og þar verða þessi fíbl hérna með mér. Fíblinn 2, Bolli og Hákon. Frábært að fá ykkur og... Takk hérna fyrir, það er bara mjög gaman að koma.
þið aldrei með stykki í sýningu áðurundegi jóla í Borgarleikhúsinu? Jú, það verður Moulin Rouge í kvöld. Moulin, það Rauða Millan. Það Rauða Millan í kvöld. Það Rauða helvítis Millan. Það Rauða Millan, við erum allir hámar, það bara Rauða Millan, svo eru bara sýningar á morgun hinn og Latti 28. Og miðar á Bulle, Bukkussi. Miðar á kexbúttur. Þetta bara í Kristínu Aguilera búningnum. Kristínu Aguilera búningin, maður. Genie in a Bottle. Já. Þú þekkir þetta, hvað ár gerðstu? 93. Þú ert að svo fræga 93 ágangi. Hann frægur. Artur Ari Atlason með mér Þrótti. Hann þinn maður í dag. Jú. Það var ágangur sem að leiði kannski Þróttunum aðeins að dreyma. Já, það má... Nei, það ekki alveg svo leys. Það ekki eins og 73 ágangurinn í fylki sem að leiði fólkinni í árbænum að dreyma. Nei. 72 árgangurinn. Þú er 73, ekki? Ég er 73, en það var 72 árgangur síðan. Já, þið leiðuðu fólkinni að dreyma, en það var ekki úr því alveg. Það er rétt. Það varst alltaf í sérliði á yngra ári? Nei. Það er algjör miskil. Nei. Ég var í allið. Ég var varmaður fyrir Bjarka Péturs og kem inn á fyrir hann og skoraði 4 mörk og sá var fúll. En hvaða stöðu spilaðu? Ég skoraði 15 mörk í 10 leiki með 3 flokki. Já. En hvaða stöðu? Frammeiri, já. Svo fór ég djúpur. Galið þetta sé ekki til ná KFC. Skoraður skallamörk? Galið þetta sé ekki til ná KFC. Galið þetta sé ekki til. Herru, við ætlum að þakka, þetta var Skinkan 2025. Takk fyrir okkur. Verið sæl.